Erum við hér, Ólafur Finnbogason, fasteignasali og veiðimaður mætti til okkar þessari viku. Já, þvílíkur meistari. Þvílíkur meistari, það ekki ástæðuleysu að hann er kallaður Óli Finnbjó eða den víði Kínesen, eða hvíti kínverinn. En það eru sögur sem við reynda fórum ekki út í þetta Nei, við fórum í marga sögur, en þetta er svolítið langur þáttur. Já, við komum við einna lengstu þáttunum okkar. Enda Óli bara skemmtilegur maður og við komum við. Já, þetta er þessi dæmi eitthvað sem við fórum yfir. Það er 10 fóstangir, fórum svolítið yfir Aðaldalinn, flugu.is. Já, allur fjandinn. Bara njótið og heyrjumst í næstu viku. Strákarnir í veiðifélaginu standa náttúrulega með okkur og ætla að minna á það mjög stutt í Black Friday og Cyber Monday. Já, það eru jakkar, stangir og bara hjól og alls konar vöðlur og bara nefnið það er á eitthvað svona tilboði á bæði á Black Friday og Cyber Monday. Þannig að kíkið inn á veiðifélagi.is og nælið okkur í eitthvað fallegt. Sem fyrr er Eirberg með okkur í liði og við minnum á góð tilboð á Eirberg.is í tilefni Black Friday og Cyber Monday. Hendilega kíkið þar við og náið ykkur í túftegundufutin eða nötturluna eða bara allt sem að hugurinn getist. Óli, velkomin í Hillinn. Þakka fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Já, bara ánægilegt að fá þig. Við erum búin að vera lengi á leiðinni að taka eitthvað spjall. Sumarið, maður er svona búin að fylgjast með þér á samfélagsmiðlum og víðar. Þú er búin að koma konunum minni kannski. Já, þú er búin að koma víðar við. Já, búin að vera dölur sem var. Met, persónulegt. Í ásókn. Ég held að það hafi nú verið meira í hitt vera. Já, ok. Nei, þetta er sig. Því að það duttu náttúrulega út 5 dagar þegar stjórnin datt, ég hætti stjórninni, Stangulur Reykjavíkur. Já, þetta. En jú, þetta var líka langt sísón, byrjaði í eldvatninu í apríl og endaði sinni eldvatninu í september, lók september. Kekja, eitthvað sem stendur upp úr? Mér finnst alltaf, það eru svona 2 túrar sem ég finnst fyrir þetta sumar, skemmtilegustu og það er Mývatnsveitin í byrjun júní, í góðra mannahópi. Klassík. Sem er alltaf stórkostleg á og frábær hópur og geggjað hús og allt í fyrirmyndar. Geggjað hús, heldur því sérstaklega til að Sérstaklega, þú myndir að legið hönd í hönd við makkarnum í rúminu. Það er ekkert eins og upplifir svona standi veiðheimilin á Hofi, klukkan er 3:30 og það er búið hæja sér svo mikið í þessi 3 klósett sem virka þetta, að lyktin er alveg, það er ekki séns að fara út seinna en 3:30. Það er allir alltaf konur út því að það er bara ekki vært inn í húsinu. Já, og svo, ef maður ákvarðar svo aðeins lengur að það getur það verið svolítið mistök því þá eru allir búnir á undan manni, sko. Já. Mótnar ekki það slæmi líka. Ekki æðisli svæði. Það vegur það upp. Og það, eins og kannski þú þekkir að þá hef ég alltaf verið bara laxveiðimaður og aldrei kunnað þessa silungavitleysu og fór svo með ykkur annað fyrst skipti fyrir nokkrum árum og algjörlega kolfjall og finnst þetta bara, þetta er einn af túrónum sem er skemmtilegur. Og svo fer náttúrulega alltaf túri með mínum gæta gamla hóp, sem sagt veiðifélagunum Kippunum, sem hafa nú einhverja kippur komið hingað í viðtöl og það er sá túr sem ég finnst sem er svona toppinum bara við líka bara við sögunar og svo er það náttúrulega mín uppáhalds, þessi á, þetta fallvatn frá Mývatni niður í Skjálfanda er bara mitt uppáhalds svæði. Er það rangnefni að þið hafi nú oft verið meiri þjáningabræður heldur en veiðibræður í þessum veiðhópi Kippunar? Ég hef aldrei séð þessi þjáningu. Nei. Nema kannski snemma mótnana þegar á fyrstu árum þegar maður var ekki mjög hress á mótnana. Ég fór einu sinni meira og þetta er erfitt hjá okkur á mótnana. Já, ég tók eftir því þættinu þú varst að tala staðista fyrst og þú séð að það hefði verið þar en það var annar sem held ég stærri. Þá var ég búin að öskru með raddböndurinn að vekja því í bílnum þegar ég sett í 25 bita hæng cirka á allu við. Ég er nú ekki snöggur á túþurnar en þú veist, að liggja þarna einhvern veginn hálf örkumla við bílinn í sólinni, maður átti ekki vona á að vera að fara að sitja svona fiskarna á skriðuflúð. Klárlega staðisti fiskur sem ég sett í. En ég held að það er kannski, það klúðraðist ekki á minn kostnað. Nei, það klúðraðist ekki á þig kostnað. Ég tek ekki á mig, Ekki til skelltir hann, en það eina sem ég fyrirgaði seint, en það fyrirgiði allt sem það minni. Það var það að þú tókst vídeo á hann stökkva tvisvar, nema þetta var tíman sem var Snapchat var að byrja. Og þú sendir bara snappi og það var ekki að vista þig þannig að vídeóið hvarf bara út í og ég hef aldrei fengið svona 5 years ago eða eitthvað svona aldrei, þetta var fyrir svona eitthvað recap og eitthvað svona
Þetta var þeirra Snapchat var í alvörinu svona sendist og eyðist. En já, þetta var stórbroti, ég man eftir þessu, að hafa ranka við mér hana og Ég var öskra þú með Hardy hérna stegin að Sverri Þórs frænda. Akkurat. Sturlaði fiskur. Það var einhver 25 pundar eða eitthvað. Já, ný gengi meðan ágúst. Já. Sem var líka magnað. Og þetta svona 2 túra sem mér finnst skemmtilega. Ég ákvaða svona 2007, þá var ég búin að bóka á Jónaþór Júlíusinni ferð held ég í Jokanga og hætti svo við blessunlega fyrir og ákvað þá ætla að veiða eina nýja á hverju ári þar til ég verið búið með Árna Íslandi þá far ég að skoða fara til útlanda. Það var ekki skámsett. Já, og það hefur gengið hvert einasta ár og gallin við að ég verður svo auðvitað hillar ám þannig að ég á sverð með að hætta í ási fyrir í. Það bætist alltaf að vera við nýr fastu túr. Það kemur alltaf ný. Og það var sem sagt, þetta 2000 held ég, þetta hafi verið 7 og 2008 fer ég í Kjarrá að veiða. Ég hafði nú verið leiðsögumaður þar. Fer að veiða í Kjarrá og var í það mörg ár og svo hef ég alltaf bætt nýri á við á hverju ári. Og í ár var það Sandáin í Þistilfirði. Margir einhvern veginn að tengjast henni böndum núna í fyrst skipti, hún er búin að vera náttúrulega lokuð eins og Já, og ég var náttúrulega í stjórnfélags þegar þau fengum hann yfir og maður alltaf að halda væntingu niðri og mér tókst að enga við þarna. Ég var svo spenntur yfir þessu að ég var í Hofs á 3 daga á undan og ég var alltaf snerti áfengi því að ég ætla ekki að vera þreyttur í þeim túr sem er ólíkt mér. Og hún stóð algjörlega undir væntingu þrátt fyrir fiskleysi. Ég bara sjaldan, ég hef aldrei orðið svona ótrúlega heillaður á nokkru fallvatni eins og þessari laxveiði þessari á. Það magnaði sem að taka þetta upp 3. þátt í sísoni og það er Sandaörgnir rauði þráður í þeim öllum. Ég var að koma á Rjúpnarslóðum í síðustu helgi og hlustaði á síðustu 2 þætti þar. Þannig að það komum við á báðum stöðum. Einmitt, en þú veist einhvern veginn eins og allar áratn á Þistilfirði, þetta er þú veist eitthvað fallegasta vatn sem maður kemst í örgulega. Ég hef ekki veit í Sandá. Og ég, nýja áin minni í fyrra, það var Hofsá. Og núna er þannig ég fyrir Hofsán og svo beint yfir í Sandá. 6 daga þarna. Já, svo eldvatnið, það bættist þið líka ekkert í vann. Já, svo kom eldvatnið og það hafa nú komið oft inn fleiri en einn, sko. Og nú ætla ég að, ég er í vandræðum í sumar, því að það er engin ný í sumar, því að ég er að fara í nýtt hol með góðura mannahópi í Laxdalum, en hérna veit það eins og náður. En svo er svona fasti punkti líka eins og við erum með frábært hjónahol í lok júni í svona minni á, eins og ég segi, langanið sem ég hann að lesa þar í mörg ár og ég er búin að veiða þetta hol 28-30 júni í 15 ár. Já. Fyrst með vinnum og svo breyttu við þegar dró konarni inn í þessa veiði sem var til þess að kostnaður tvöfaldaðist en gleðið tvöfaldaðist alltaf leið að þá byrjuðum við með hjónahol í fyrst í Haukunni og Dölunum og fóru svo upp í Langa og eru búin að vera þar bara hverju ári 12 hjón saman. En það er nú svolítið, þú veist, kannski, hvað maður segja, þitt heimasvæði. Já, ég hef verið á Bökkum Langar, verðum að taka það saman því að var að gæta sem var, ég nú hættur þessari leiðsögn núna og ég hugsa að ég hef komið svona 2 ára ævi minni sem ég hef verið á Bökkum Langar. Ég var þarna staðarhaldari fyrst með Einari Pál og svo fyrir stangur Reykjavíkur og var hjá Ingvar Hrafni þar á undan. Þar kynnist ég og Bökkum Langar er veiðifélagi Kippin og stofnað. Þar sem við leysum henni Langa og Leirásveit og Laxá í Aðaldal og við byrjuðum þar alltaf og fórum svo yfir í Aðaldal. En það er svona heimavöllur minn og ég til að mynda hef fengið lax eða gætaði lax í 87 af 96 veiðistöðum í ánni mertum. Það er helviti magna. Hvað átt eftir í þessu? Er það einhverjar svona hólur upp á fjalli? Sko, ég bætti einu minn í fyrir 3 ára þegar var allt í flóði í opnunni og Hornið veiðstöður sem sagt númer 5 og síðan það er Skóarás Brússis, hann er eftir og ég man ekki hvað Áttu flugvallastreng og ég er búin að fiska flugvallastreng sjálfur þannig að og svo hann hefur gefið sem sumur bara ansi vel eða 5 stinna flóðu sem líka kallaður. Já, einmitt. Það er sérstaklega mjög lítið vatn. Þetta er inn. Það og í göngum en þarna fekst opnunni fyrir 6 ára síðan stæðstu fiskur sumarsins í flugvallastreng, hens fyndið það er. Ég veit fyrst skipt sem ég kom í Langa
var eitthvað hallari og ég fengið til að gæta þarna og fekk einhverju leiðbeiningar upp í ég held ég að ég átti að vera í Langasjó sko en náttúrulega eins og maður gerist stundum að villist og byrja að second guessa sig og eitthvað það er alltaf leið, við fengum tvo laxa í Langasjó en það kom ljós þegar að kom í hús að ég var í flugvallastrygg það var fyrstu 2 laxandir flugvallastrygg það sömurinn sko það veðist alltaf ekki í hann að það er ekki, við vorum alltaf með sko þannig að því að var í leysöndinni hjá Ingvarhafni þá vorum við með reglu sko ef að einhvern aðeins fisk í Jósef þá fengi hann konjaksflösku og svo allt í henni bara Jósef staður komið 12 fiskar upp í Jósef þegar það var konjaksflösku þetta var hefði dýrt í gætan en þannig að hann er líka þannig ef staðin er ekki vittur að þá veiðist ekki úr honum en þetta er svona fyrst með kask sem ég finnst skemmtilegst langan og langan er í uppáhaldi hjá mér klárlega að þú ert aldrei að lendi því að vera okkur í veiðisvæði og að sé ekki fiskur það er alltaf fiskur í híljónum eins og maður tökum svona 2019 eitthvað út fyrir tíma þá er þessi vassleysi að þá ertu alltaf með 3-4 staði þess að þú ert með fisk í hílnum Já, ég meina það hefur komið fram í þessum þáttum með okkur ég meina Langá er stórskemmtilega á og þú veist, ég er alltaf þú veist, hafið ákveðna langar fordóma held ég eins og margir alltaf, þú veist, ekki þekktur í Stóralagsa og svo er þetta svona kannski, hvað maður segja, þjóðveiða áskilur maður keyrir þarna yfir og þetta er Borgarnesi og eitthvað svona, sko en svo, þú veist, keyrir maður þarna upp eftir og þetta er náttúrulega fjallið og þetta er svona nettu kjarra og fílingur ef þú komin þarna inn fyrir síðasta bústað, sko Við höfum tekið, sko, nokkur sinnum og gengið fjallið frá bara áramótum og niður og þú veist það er ekkert margir staðir þarna sem ekki merktir Ingvar hérna nú mjög duglegur að merkja og hjá við það og það var engin staður nafnlaus í Ingvarhafni og mjög alltaf skemmtileg staður sem þetta er Laxastigastrengur sem náttúrulega líklega einn ólöglegasti veiðistaður á Íslandi fyrir þetta kannski Fossin í Sela að Já, fleiri svoleiðis staðir sko en aftur á móti þú komin það í lokin ég var í árnefndin í Langá og þá gerði ég þetta einu sinni Gunnar Erni Pedersen og löppuðum frá ármótum niður og fundu fiska út allt og það er svona svolítið sem ég heilla með að þú veist, ef við tökum 1920 í burtu og það er alltaf kannski með annað mál sem er kannski svona starra mál er að og sem ég greip svolítið hérna hjá einu þættinu hjá það að maður er alveg hættur á primetime að detti það að taka 6 fisk á vakt sem var bara hversdagsleiki þá sko og þannig að sko við tókum þarna með ómertu stað 7-8 fiska og svona og þetta var ekkert óalgengt en ég lendi samt í svona núna í fyrra í Langanum höstið að fara í stað sem hefði veist lítið og tókum þar 5 fisk í beit en þetta gerist ekkert lengur og þetta var bara í sko 17. september sko Það eru náttúrulega staðir hérna sem að veita af sem við verðum kannski ekki að lista hér Jú, það er svo þú veist, það er í svona, þú veist, eigin hérna neðst í ármótunum og einhverju svona staðir og svo bara eins og berti staðir sem engi veiðir sem eru, að mínum að þetta er best staðurinn í ánni ef það er komið vatn í hana og komið fram í september í svo Gilsbreiða við tókum Gilsbreiðinu hérna það er alveg mökkur það er núna tókum 5 fiska í Jónþór til skiptis þannig að það eru og það er skemmtilega við hana það eru svo margir staðir sem gefa fisk Við þess að þetta ótrúlegt maður er búin að vera núna undanverðin 3 ár það er búin að vera 3 afleitt ár núna í röð betur frættur að gæta Já, svo kemur þú veist að rigningin á haustin sem að maður á að vera svona eitthvað veisla að fara inn á breiðurnar að veiða þetta á okkur brotum og svona þá er maður eiginlega samt að lítið að fiski að maður er meira lendi í svona náli heistakdæmi þegar að kemur vatn maður týnir fisknum frekar en að finna hann sko Já, ég meina og sko hann gjör breið, hún alltaf bóluna þegar það þarf mikið til þess að fara í hljóð en þegar hún gera það er hún sko, ég hef einu sinni lendi inn í sjálfur óveðalegri og svo einu sinni var það mjög skondið þá það er bara 2 ár síðan held ég að það verið þá ringdi mig góð drengur kendu við grillmarkaðin og sagði Óli það er allt villandi flóðina maður og hvernig á við hverja þetta við getum ekki farið yfir ánægins það er ekkert mákúli minn farið bara inn á þjóðveg og keyrðu upp hinum með vana, vestan með vana uppbyttir þá kemstu upp þegar það farið í veg svo fekk ég bara SMS mynd og það var bara skriða fyrir veginum og þá sagði mér taktu nú vídeo áni fyrir mig og þá var hún þannig að ég hef aldrei séð annars gljúri var bara fullt þarna við í landi Sveðikott og þar gljúri var bara 6-7 metrar djúpt og vatn
þetta var rosalegt flóð. Hún ótrúlega stabil með það er ekki oft sem að sér hann að litast eða verða alveg óveðandi eða eitthvað sko. Þetta eru 2 skipti á, hvað að verða 16, 17, 18 ár sem ég er búin að gera þarna við viðlóðan ána. En hvernig dettur inn í þetta að gæta? Heyrðu það, eins og margir góðir hlutur gerast undir áhrifum áfengis, að það voru 2 strákar sem ég þekki sem þú þekki nú ágætlega vel, sem voru leiðsömenn og tengdir leigutöku í Kjarrá. Annar heitir Gunnar Gíslason og hinn heitir Tóki, Þorgeir. Og Þorgeir bjó í sama hús og ég og Gunni spiluðu saman handbolta og ég var alltaf að nöði í honum, tóka hvort ég get ekki komast að gæta hjá honum. Pappans Jón alltaf sem að væri nú áhugaverður maður að koma hér í þennan þátt. Reyndar mjög góða punktur, ég ætla kannski að heyri í honum. Hann har marga skemmtilegustu veiðisögur, hvort að vilja segja frá það mér, þetta sé alveg saklaust að segja frá það í dag, sko. Hann samt einhvern veginn þannig maður, ég ekki vissum að fengja hann til þess að vera eitthvað að gaspra, sko. Ég ætla bara að skora á hann hér með. Já, ég tek símtalega. Og síðan fyrir bara, ef ekki að segja, var svoleiðis að það kom leiðindar atvik upp í Kjarrá, strákur sem fór fyrir aldrei fram og vantaði leysum 1 og 3 og hringdu í mig og sagði bara, þú að fá þér almennilega jeppa, þú að vera á 33 og 35 tómum og getur verið hjá okkur allt sem var, getur byrjað bara byrja í byrjun tímabilsins og verður hjá okkur alveg í 50 daga og ég er klár, þannig ég fór bara beint út í búð og keypti með doppelkapp 35 tómum og fór í ákveðna veiðibúð og sagt að ég fengi þar afslátt og keypti mér seitstöng og simsöðlur og simsjakka og alla græður. En ekki háf. En ekki háf, aldrei háf, aldrei helvis háf. Og fór svo bara gæta. Og saði nú einhver frá því þar sem var aukaðrið að ég hafði aldrei veitt lax á flugu. Það glimtist bara. Það var alltaf spurtu það, ég hafði veitt fullt af lax. Ég var mjög góður að húka lax og mjög góður að veiða orm, en ég hafði aldrei veitt lax á flugu og hafði aldrei sett í lax á flugu þar hennu þegar ég kem í Kjarrá. Þannig að Maríu flugulaxi minn, hann kom haustið í Langá, en ég setti einhverja 10 fiska í Kjarrá og ég kunni alveg kasta flugun og var búin að veiða hana sílungusleis, þingvöldaveitumleis, en var ekkert spes, skal bara viðkynna það. Og ekki fyrir í dag sig. Og ég kasta sem sagt, fyrsta laxi sem siti á flugu í Eyjólfsflúð, fyrir ofan Prinsunar, geggjaði staðar, og hann tók svartánabler. Það mitt fólkarheður þarna, þetta svona mjög epíst. Það var mitt fólkarheður þetta ár þarna. Maður að passa sig að þú veist, vaði ekki á langt úti og þetta getur dottið steinnónamann úr berginu og svona, þetta alveg staður. Og þar var ég með eitthvað. Sagður svartánabler? Svartánabler. Djöfis prómaður. Ég vissi ekki hvað flugur héttir. Ég bara flugbórs, ég get ekki flugbórs, ég get bara sims og seitsalur, skilur. Ég man, þú veist, þetta er alltaf smá legendary season eða þarna, sko, þú veist, bara sögurnar sem þú sagt manni frá þessu, sko. Þetta var eitthvað breti brjálar því þú setti bara kassan út og bara eitthvað, heyrðu, Óli, gert það nett? Ég not ekki háf, maður. Þú er bara landið þessu. Þú áttir ekki háf. En ég hef aldrei notað mér síðan þá. Fint að býta þetta bara í sig þetta. Og algjörlega galið og ég notað há í Aðaldalum að vissu. Já, þú veist, stundum, þetta er bara einn af hlutum sem maður verður að hafa sérstaklega úr gæt og gamli bretinn vill fá háfinn, þá verður bara að fara í háfinn þó þetta sé, þú veist, góð strönd og allt það, sko. Þannig að ég setti þennan fisk fyrir hann, bara smálags og hann landaði honum og hann ætlaði að neita að landa honum. Það var svona þokkulega veðmaður og ég sagði það er rétt hann á stöngin og hann sagði bara, nei, þú landar honum. Ég sagði, nei, það má ég ekki, það var rekinn. Þannig að ég laði stöngina frá mér, hún byrjaði bara að skríða niður að baka hann greip hann og landaði honum. Já, ég svo hann er örugglega brjálaður sem svo kastaði fyrir niður í efstu Prinsuna og hann situr í fiskar og landar honum. Ég held að vísu þetta Eyjólfsflóð væri sem sagt efri Prinsa en komst að því. Ég skil hvernig það getur gerst. Seinna á sísonina þetta var Eyjólfsflóð en hann var skráðað það við blessaði fiskur fengu Svanna þar og svo komum við í hús og þá bara við fengum 2 og það talaði hann aldrei það hvernig var mjög ánægður með þessa fiska. En þarna var ég í 45 daga með Gimma og Mark snilling og Mr. Sexy þeir áni Gunnar Sveinbjörnsson heitin blessuðum og frábæru mönnum kunni ekki slæða eitthvað og tokka og náði, ég held að ég hef verið síðasta árið sem að Lady King kom. Já, og ég man eftir að hann tokki barana niður í
niður í ekki viðbjóður? Nei, hvað heitir hérna fyrir neða húsið? Langi dráttur. Nei, sem að leggur á berginu, frúan Grænhill. Frúan Grænhill, Víghólskvörn. Víghólskvörn, viðbjóður hans þegar, Víghólskvörn. Þegar maður þangað neyrir til og fær 90 cm hryggnökulis og svo vandrar að bera það bæðið upp, sko. Þetta halda gannu og hún svo gömul, sko. Svo fór hún eftir 2 daga til Bretlands til að vöka blómin og koma aftur. Nei. Jó, það var geðveikt. Þannig að þetta var mjög gaman að kynna þessu, því þarna voru, sko, þarna var ég með Lord sem kendi mig mjög mikið í veiði, Lord Tolemas. Já, einmitt. Og fyrsti, ég segi alls að ég lærið þess að sem kent mér mest í veiði svona seinni tíma, var fyrsta gætirinn mitt í Kjará. Þá kemur þar maður sem er tengdur veiðið mér, var það, nú ekki lengur, þetta Ingólfur okkur Helgason. Og hann lappaði mér og segir, Óli, þú ert nýrið ekki? Jú, ég ætlaði með því sem gætt. Og hann vissi alveg að ég væri blautur bak við eyrun. Þannig að hann, sem sagt, Ingólfur var með honum í 3 daga og þvílíkur, öðlingur og snillingur og kendi mér svo mikið og hann láta svo leið, ég vissi ekkert hvað ég er að gera. En hann kendi mér mikið og ég átti margar góðar og skemmtilega sögur sem að erum við sem eru mjög góðar allan sem ég hef sagt þér allan frá. Já, Balla og hretta og svona. Já, ég held að við erum svona svolítið kannski látið í þann skína hvernig þetta var á þessum tíma í veiðinni og þetta er kannski sem betur verið breyst eitthvað en þetta var mikill lífstíl að vera lagsveiðileysum á þessum tíma. Þetta var geggjað. Þetta var ógeðslega gaman og lærði auðvitað maður lærir helling að veiða á 50 daga útstálsi og svo hringir Óli, félagi minn Olsen kallaður sem er í kipunum og gæti í Leirásveit mörg og staðar alltaf þar og segir Óli, við erum að fara saman strákar í Langá í haust. Ertu klárið að koma? Og ég segi hvernig það er hann í byrjun september og ég segi, já, ég er búin í gætir í þá. Ég var bara með þær. Þannig ég mæti bara beint úr gætir tíðin. Og ég man eftir að ég kem sem sagt, hann er að gæti í Langá hólun undan og ég kem og við förum að kaupa ég kaupi faxebjór í fleiri lítratali en olíu á bílinn. Mikið fjórfið í vasanum og svona, þannig að það var nóg til. En nú er stórir. Það var nóg stórir, allar í svona mánuð eftir á, svo var maður bara aftur lítill. Og við fórum í Langá og það er besta hollið sem ég hef átt í Langá. Við vorum þarna með 8 stangir, þessi hópur, og svo einhver aðrir með 4. Og ég og Olsen fengum 27 laxa á 3 dögum. Hafsteinn Orri, Yngvi Örn, synir Einhverhafs og Jón Þór formaður fengu 25. Aðrir fengu 4. Já, ok. Hólinu, já. Og þá kemur hann að segjast á kvöldið. Það hefur verið frábær stemming hjá hinnum. Við tókum ekki eftir það, var geggjur stemming hjá okkur. Já, til þess að regla svo að þú stoppar aldrei bíl þannig að bjór hættu klifraðabrót yfir þakkið og inn í bóksið, á pallin til að ná í bjórinn. Þetta er mikil og skemmtileg ferð og vonandi fint hjá lögreglunni ef Árni Friðleifs er að hlusta. En það var allan hans regla með bjórinn skemmt. En þá kemur Hafsteinn Orri sem var þá yfirgætt hjá Ingvararni pappa sínum, Timminn síðasta kvöldi og segir, Óli, þú ert að koma að gæta hjá okkur næstumar. The original superguide. The original superguide, the superguide. Og öðlingur og frábær veðmaður. Og hann segir þú ert að koma að gæta hjá okkur, þú verður bara einn að gæta Timminu og far bara 40 daga, 50 daga, eins og vilt. Og það voru mikið útlendingur líka í Langá. Þetta er hann af 2004 líklega. Og ég segi bara, ekkert mál, ég er klár. Og kannski líka það að ég sátt maður fram á og ég líklega færi bara ég myndi bara fylgja í slóð margra og fara bara í meðferð eftir ég verið það ekki kjara nokkuð sem er eftir. Eins og við gerst fyrir gæta það. Herðu og Það er nú sömur sem neitt að gefast upp. Og mér var sagt það í honum Ingvararni að það var ekkert fyllir í leyft hjá hans leiðsögumönnum og þetta væri bara vill vinna. Og ég bara hafði ekkert mál í alveg til í það. En það var svo sem ekkert mikið minna fyllir hjá okkur. Við vorum í kofunum á henni öðri Kvístaðil, sáum við matinn sjálfur, eldum okkur sjálfur, gistum í kofunu sem er náttúrulega við uppáhald hús og sorglegt að horfa á núna. Og vorum þarna saman teimi, ég og Tim Edwards, Sigur Árnason læknir, Þorsteinn Snæland, Artek Foxson og Hatti og Yngvi. Og vorum bara þarna allt sísonið. Og svo komu menn inn eins og Jón Þór og Andri Guðmus og Kalli Mag Kalli Mag kom með Gunnar Örn kom eitthvað en Olsen það er einhver sanggangur við Leirásveitina líka þeir kynnast held ég að við maður rétt Leirásveitagætanir og Langárgætanir í Norðurá ára undan
Þannig að þarna var þessi hópur og við höldum þessi kippinur orðnar að verða 20 ára gamlar og höldum að það hópin svona kjarnin, ég held við séum svona 10-12 sem eru upprunnilegir og eitt fallið frá og svona eins og gengur að gerist og erum alltaf við aldan núna. En þetta var geggjaði tími og var alltaf mjög skemmtilega strákur sem Þorsteinn Snæland sem algjör öðlingur og hann svaf alltaf í beddunum frammi en fór alltaf fyrstur að sofa. Þannig að við sátum við eldhúsborðið og druggum bjór og spiluðum og meðan Þorsteinn Snæland lá í beddunum með sama síðaðirblaði í 60 daga. Böðum alltaf að fara inn, bara nei, ég vil það ekki. En þú þekkir nú kofan, þetta var æðislegur tími þannig frá. Þetta eitthvað svona dýrðarljómið. Þú myndir ekki kannski gist því sem kom í dag. Ekki í dag. Ég pýrði þarna á glugga. Ég sem sagt, það var svolítið rólegt í vinnu minni 2010. Já, þú ert fasteignarsali og fólk getur skilið það. Já, það var mjög rólegt í 2009 og 2010, þannig ég gætaði rosalega mikið 9 og 10 var ég bara upp í Langá í 70 daga. 2010 var ég 70 daga og ég eignast frumburðið minn 2010. Og það fór ég með föður mínum heitinum upp í kofan og við bara tókum hann og máluðum hann, skiptum með golfefni og gerðum hann, skiptum með dýnur og gerðum tvöfalt rúmið og gerðum hann bara decent. Og ég bara leigði hann af þeim á jarðlagsstöðum og leigði hann bara svo að gera fínan. Og kona mín kom með dóttur okkar bara næstu hver einasta helgi upp yfir. Þannig að hann var 2010 var kofinn mjög fín. Og svo bara var hann í grunninn mjög lélugur þannig að hann kætti 2011-2012 og svo var hann bara búinn sko. Vist, maður þú fær aldrei leyfi í dag til að byggja svona nálægt á hans og Langá. Nei. Það væri samt því að oft nú einhver húsnæðishallari þegar þú veist það eru stór hol og margir gætar og svona. Maður verður bara skora á landeigendur að gera þetta upp. Það væri heldur gaman sko. Mér fannst það lélegt að vera að velta fyrir sig hvað það kostaði að gera ekki upp þennan kofa. Þessi kofi veiðhúsi fyrir miðsvæði og mikil sæði kringum hann og ég kalla alltaf höllina þetta var höllin sko og var á einhverju típu að kalla reiðhöllin en það nú annað já, ég var saklust það svo öllu og þetta var sko ég man bara eftir einu morgni ég vaknaði og það var 2010 vaknaði kona mín og dóttir sofandi í rúmi og labba fram og fer ég að missa tennur í eldur sem fór út gluggan og þá er hann Óðinn í Kjósinni ákvörð að landa fisk og draga hann upp á eyrina sko 7:30 og ég sagði bara þú veist hvað getur verið betri í stundin að standa hér á Nærbjörgssonum nývaknaður og horfa á mann draga lax á land. Það er til að gera þetta svona svítu fyrir eitthvað aukalega þetta var, ég lendi alveg sko, fyrsta staðista deilumála mitt þegar ég var í stjórnstokkur Reykjavíkur, klárlega ekki síðasta var þegar ég var að rífast við stjórnunum að láta gera þetta kofa upp því að ég var eini maður sem hafði góða reynslu í stjórnuna af þessu kofa, hinn hafði komið í hann hálfónut af röggi og höndi og þeir vildi ekki fá hann að sagga kofa gerðan upp sko það er náttúrulega þú veist, ég nú þurft að standa í því þessi leysum að standa í lafina með það að neita gist í þessu kofa svo ég skil ekki það farið bara til kofan maður fer hann inn og ég gleymi aldrei þegar ég labbaði hann inn fyrst skipti þá var náttúrulega bara þú veist, sagginn sem tekur á móti þetta bara svo lappin í guðuba sko og svo var einhver því að kona staðinn á opinn og ég, þú veist mig grunar þetta hefur verið veiðmaður sem að lendi í svona eins og ákveðið þema í þessum þáttum vera brátt í brók hefur labbað inn í hann kofa og séð það klósett og bara geikist við örnum sínum þar sko það er ekkert vatn á þessu blessaða klósetti og það hefur kannski verið fyrir mánuð síðan sko þannig að sko það er svo og þá áttu að fara að gista hann inni sko ég bara sko já ég í þetta klósett hefur Spice-Girl pissað sko já þetta er alveg posturín sko það hefur ekki verið vatnaði þá það er ekki vatnaði ég var góða minningar hérna á 2007 þá var fjall þá mætti hálfmánuð og seint þannig að það var lust miðan júlí þá voru það og áfengi kom já þetta er alltaf svolítið meiri saga en þetta þú getur ekki alveg byrjað með þetta svona sko þannig að við áttum margar stundir við tökum tekið hana síðar já, viltu ekki bara svona aðeins gott þetta það var bara eitthvað fyrirtæki úr Reykjavík já, þarna sko, þegar ég byrjaði 2004 í Langáni þá er Bretahól frá JP Morgan banka sem hætti alltaf að veiða 8 og gætarinn mátti veiða 8 til 10
miðjan júlí, það draumur Helviti fínt. ég veit ekki hvað við tókum bættum mörgum fiskum í bók og ég held að það sé nú eina af sögunum að einhver hann hefur ofskráð að það voru það JP Morgan holli sem við veitum bara við brunum með menn alltaf komum á slæðir 8 og svo máttu við veiða það sem sæðis ykkur húsinu og ég og Hafsteinn fórum alltaf í vaffið í Stangarhill og veitum þar á microhits Teal and Black tíndum við 2-3 ákur einustu vakt ég meina þetta er 2000 lags á sko. Þetta er 2600 lags árið einmar rétt og þar var ekkert á þeim tíma ekkert í svona óeld að vera að taka svona 4-6 fisk á vakt þú veist og það er svona kvótan breytt úr 10 á dag í 5 á vakt þannig að maður var ekki að klára alla á fyrirvaktinni þú veist og þetta gerist ansi oft ég maður eftir máli og ekki náttúrulega sagt frá því núna þegar þá var í Starhaldari og Bjössin okkur hérna tengdur nótumfjölskyldunni Björn Gunnarsson leiðsögumaður og snillingur hérna var með breta sem fikk 3 laxa árað undan og klukka var 9:30 hann var í Bárðarbungu og var komið 10 fiska og sagði hvað við að gera ég sagði bara haltu áfram þetta fólk að borga stórfé hann sagði við erum að drepa 2 ég sagði haltu bara áfram og ef þú drepur ekki meira bara ekki segja neinu frá þessu hann endaði þennan dag í 26 laxum sæll ég held svona 1,5 stang það var hjón með 2 stangir en veittun á hans spalta aðra og svo voru við vandræðin sko langt fram á sumar að koma fiskunum í bók já, það var svo góð veiði þetta sem þetta var 2600 laxar sumar það var alltaf vandræðin að koma réttlaði minn það var alltaf að koma hann á Björn Gunnarsson haldið 2 fiskar og þannig er nú kannski komin í alls konar svona ævintýrum kannski einhver skýring á hérna þegar menn eru að koma tilbaka og kannski búið að gera endurtekningamerki og bæta þau á 2 fiskum og svakalega komið hérna einhver hafnir að falsa viðbækurnar og það kom að þetta upp þegar þessi JP Morgan banki kom var í viku og svo kom annað breytahópur þar strax eftir þeir eru búin að heyri þeir hittast út af flugvelli og þeir segja við endum með 230 og þeir bara geggjað, bara frábæð veiði mæti við hús og það er bara 270 fiskar í bók og það var Hafsteinn var það að ringja út í bankastjóra JP Morgan banka sem vissi bæði að þeir voru að veiða og hann sagði bara já þeir fá alltaf veiða frá 8-10 hjá okkur bara glimtist að faktora 40 fisk, hann var alveg bara gátt að hvað fikk mikið ég held vissi ekki það að veiða svona mikið sko hérna, þannig að sko það var einskýringin en svo hefur verið þarna smá creative accounting í veiðbókinu þarna já það var kannski svona það var kannski líka að vera faktorinn ef að menn fór út klukkan 9 hvað hefðu veitt milli 8 og 9 svona. Það var það er eiginlega saga sem er kringum hérna creative accounting að við vorum sem sagt við vorum að byggja 6 gætar upp í langu þarna þegar þetta er 2007 sem var lélsumar viðlega það var ekkert vatn nei, það var ekkert vatn og hérna mér sé að í langu ekkert vatn og við bara holið fyrir þetta er 16 til 18. júlí held ég þetta hol, eitthvað og hérna sko geggjaði tími og hérna við það kemur hérna eitt leiti sendiverðarbíl með bretti og það er rúllað inn 2 júrabrettum áfengi og það er hérna koma græjur sem lánsgræjur, legugræjur og það kemur allt í hús og sles svo bara klukkan 3 var engin komin og klukkan 4 og það er ekki komin þannig ég tek síman og það var í staðaratur og ringi í forstjóra fyrirtækisins og hann svarar ekki fyrst, þannig ég ringi í hérna annars ég sambandið og sæl, er ekki að koma? Hvað? Koma hvert? Nú í Langá? Ég myndi Langá núna, það er 16. ágúst. Nei, það er 16. júlí. Ha? Það er að koma? Nei, það er náðu. Jú. Byrju við aðeins svo heyri ég bara mörg blótsýrði og heyrðu, það er rétt hjá þér, ég segi, já, það er rétt hjá mér. Það er allir tölupóstunum allt, ég er bara að skoða þetta. Hver er það 16. júli, ágúst? Ég segi, það er bara eitthvað Íslendingahol. Ég fór að kíkja og ringdi í einhver hafn og nei, ringdi í Stangó, og hérna, eða Jónþór, hvort það er Jónþór, og hérna, það var bara einhver svona blanda hol og það var bara ringt í þá og menn bóðir endurgreiðslustunginni og fengi veiða hollið eftir í staðinn. Þegar það var náttúrulega koma að fljúga heim sko 24 útlendingum. Og þannig að þessi forstjóri sagði okkur, heyrðu, þið takið ykkur bara vín og veiði sjálfur. Bara ekki orðum þetta meir hvað og ég mun ekki ræta fyrirtæki þannig að það skil ekki máli. Heyrðu, nema það að við fyrir alltaf beinti og það er bara tekin alvöru Amarone rauðvín og kampavín
svo sátum við í hádeginu þarna, þessu klassíska hádegi, það var engin fiskur komin í ána þarna, ástíma, þetta 14 til 16 þarna, og engin fiskur komin í ána og við vorum í hádeginu, þá sátum og borðum egg og bacon og bakaði baunir og drukkum Amarone með og fengum okkur svo kampaðinsglas og eftir og mér skampaði mér svo vont, okkur fannst það bara svo flott að vera með gætirinn og vera veið á primetime gætanir nema svo fer ég að legg mig í hátinu, kem fram sem ég er svolítið mikið fyrir, kem fram og og þá sé ég að strákar eru liggja að bakkarum allsbyrrir, Tim og Siggi og greinilega blautt hár, það er greinilega verið að synda í neðri Kvístahil og ég grip stöngina og hún var með rauða Francis Kohn nei, svona karot stóru karotina við kasta og að fyrsta kasti, búm, fiskur á og ég bara nýgengin lúsugur og alveg geðið þannig og þetta var sem sagt þennan dag fóru svo nýr í Bárðarbung og fengu fiskafleis og svo daginn eftir þegar hátið þau hættum þá kom bara 1000 fisk að ganga og einni nóttu var bara áinn smekkuða fiski upp í Ármót og niður það var ótrúlega og næsta hálf kom eftir koma alltaf kvildri á og og mókviti nema þegar maður gangur að bókir og skrá okkar fiska undir ykkur nöfn á Jónakunni og eitthvað sem við fengum með eitthvað 4, 5, 6 og vorum mest, við áttum ekki verið yfir þjóðveg og vorum mest upp á fjalli að skoða. Og alla skoða þessu vörubretti kannski eitthvað? Já, skoða þessu vörubretti, já. Við vorum bara 6 að við áttum ekki gengið mikið á þetta með hvað þessi menn gáttu drukkið. En svo kemur yngur á tíminu og segir, segðu mér Óli, hvað heldur hefði komið margir laxar á land? Hefði menn verið að veiða? Ég veit ekki mikið, það var ekkert að gera sólhörgin, en við örgulega fengið 20-30 fiska setni sólhörgin. Já, en að sitja það í bók þá. Það var svo vond sko, var menn að koma í ána veið, það var ekki það að við tala skipta hún ekki málið því hún var hún geðveik. En það var svo miklu ágjörð að menn var að koma í húsið og það ekki búið að veiða sér tótaða. En við sem bara á ranni tótaða að verða miskilíks og menn mókveitu í hólun eftir. Já, þetta virkar alltaf ekki alveg svona. Nei, þetta virkar ekki svona, við skráðum þá ekki. En fenguðu launin eitthvað líka? Já, vorum á launum, drekkandi Amarone og splittuðu restina brettinu Nei, ekki restinu, við fengum þóku bara eitthvað örfár. Þetta hefur verið svona, einhverju síta sódómi hjá okkur. Þetta var æðislegir 2 dagar sko. Já, þetta var geggja 2 dagar. Geggja maður, en þú eins og þið vita sem þekkja þú ert með munni fyrir neðan nefið og ert ótrúlega mannglöggur og svona minnur á fólk sko, og sem eru glágætt þegar þú ert sölumaður sko, en þú tókst einhvern veginn, þú veist bara að ég að vera búin að gæta í 2-3 ár, þá ert þú búin að kjafta það inn á það að vera með svona umsýslu fyrir þessi fyrirtæki með þessi veiðihól og stofnar í kringu það legendary fyrirtæki. Já, veiðiför með þið för. Það var nú þannig að við vorum, sem sagt, ég og Sigur Árnason læknir, hann eina fáin læknir sem aldrei unnið sem læknir í náminu sínu, þegar hann var alltaf að gæta. Já. En hann samt bjargaði mannslíf, kom bankamann einhverjum til lífs á bakkanum, þannig að námið skilaði sér. Já. Og hann var barnalæknir í Svíþjóð, og hann til fyrir að dörla sér heim, og Andri Guðmundsson sem er nú salatsölum núna með Vaxa og var hjá Fossum og aðalega frægur fyrir að vera hljómborðsleikarinn í Írafár. Hann hefur vinsælega fingur sem vilja snerta. Já, hann það. Og kallaður hugastrið í okkar veiðihóp. Það er allir með svona viðnefni. Og hann sem sagt... Hvað hann kallaður? Hugastrið. Það er lagið, hugastrið. Heyrðu og hann er ykkur kóktelbóði og nýbyrjar var að vinna hjá HF-verbrjöðum sem hann var síðan fórstóri hjá. Og er þar í kóktelbóði og segir við ykkur þar að hvernig það bankin hjá okkur að gera þessu veið fyrir við erum bara að segja skipulega sjálf það er bara að fá okkur að skipulega geta þegar það verður þannig að Straumur banki fær okkur til þess að skipulegja veiðfinnar út við að gæta, gjafir flytja áfengið og flugbox og maðka og maðkahólinn og þetta einhvern veginn átt að vera ókslega að finna og byrja með Sparisjóð Kópavogs 1-12 síðan var þetta bara orðið og við settum að markmið að það myndi aldrei vera greiddur út nú 7 ár liðin þannig að geta skoða bókaldið en það átt að vera greiddur út sem sagt arður úr fyrirtækinu heldur allt nota bara í veiði og vín hagnaðurinn Ristnum til viskta bara Já, ristnum bara allt í ristnu nema sem svo gekk ekki endanum en það kemur síðar að nema við fengum hann að Sparisjóð Kópavogs og Straum og fleiri FL Group og fleiri Eimskip
maðkhollið í Landsbankanum sem frábær sölumennska líka en fáum sem sagt ég hugsa að það hefur verið 30 dagar 2007 sem voru með umsýslu Voru þið að bóka veiðilegin líka? Nei, ég fór í Víðidalsá með þetta, við vorum með 18 stanga holl í Rangá. Ég man að þú ringdir ekkert tímanum mig bara 17 og segður, það að vera með holl í Kjósinni voru að koma á Kjósinni, það geggjak holl í Kjósinni, engi fiskur. Og sáum alla pakkan og sko, við fengum eitt tilraunahör á Straumi í Norðurá, bara byrjun júní sko. Og við fórum bara náðum allt áfengi í ríkið og það bara retta að sendi fyrir að býti það, fara með upptir og 20% tónu einu sig sem ég var maðkurinn, ég segi frá því eftir og svo tókum bara það búið þá tókum við bara allt áfengi aftur í bílum og skiluði kom bara kreditnótið á bankan og þetta var fyrsti veiðtúrin hjá Straumi sem áfengi kom tilbaka maður nú svolítið séð það það keypt ríflega og svo fer þetta ekki endla já, hvert að fór, ætla ekki að fullra en ég man ekki til þess að ég keypt mér neitt áfengi því að ég var gætt á þessum tímum en þetta bara skilja eftir sko heila og þá sá hann þótt hún ykkar lægri heldur en áfengið sem þið skiluð þannig að þið eru bara með túran okkar en það voru margir og fúlir þegar við fórum að móka út áfengin aftur og sá að það komist ekki í það sko vorum að læsa inn í herbyggja og svona Siggi mjög ákvarðat maður sko endalegnir og svo bara sátu þannig í lok 2007 þeirri stöðu að við vorum með hagnað upp á nokkra milljónir þannig að við fórum og buðum fórum með konunnar á Hótel Ranga og í svítu og kampavín og flotta mat og það kom ekki, sá ekki höggavatni, vorum í geggja veið, það sá ekki höggavatni þannig að við endum með að þurfa að borga okkur út arð með félaginu af því að við gátum ekki eitt þessu svo kom eitthvað 2008 sem að drepta alveg niður En þú var til dæmis, þú veist endar hann með umboð fyrir Templefork Outfitters og fyrir að flytja veiðistangir og... Já, það var eiginlega þannig að ég hef alltaf verið eitthvað svona business í mér frá því að fyrsta fyrirtæki mitt var að selja ufsaflögg til kattaeigenda Þetta kallaður ufsinn Já, það kallaður ufsinn en það er ekki út af því það er unnsaga en það var sem sagt þannig að við vorum að leigja stangir af veiðbúðunum og það kostaði bara 3 skall dagurinn og ég sendi þarna og eitthvað fór bara að googla fann eitthvað stangar umboð sem kom í ljós og voru bara góða stangir ég held að Vesturöð sé með þær enn í dag Veiðarni, já, ok sem auðlíksmaður og sem sagt ég kynni það fyrir þessum kúnum okkar hvort við vil ekki fyrir eitthvað kaupa stangir og gefa kúnunum stöng hún kosti 15 skall með hjólu og öllu og verið merkt bara fyrirtækinu heldur hann að leigja á 9 skall og það varð þannig að ég flutti inn 150-200 stangir 2006-07 frá Templefork og það var mikil reiði þá í Vesturöst yfir því að það var eitthvað annar að selja Templefork en þeir og þeir sendu bréf á TFO út kvarta yfir og þeir svöruðu með mig í CC þá hafði sem sagt Vesturöst keypt 10 stangir en ég 200 en ég sagði það mætti alveg umboð og verið með það, ég væri bara að selja þetta í heilsölu svo sátu þeir ruglega með aðra hverja stöng brotna þegar var ég æfi ábyrðaðu sko það er glaft enda Vestur og svo er hún ekki ólæg við þáttinu þeir eru ennþá að greiða úr sér þetta var auka búbóta en besta búbóta var þegar við tókum sko Landsbanki með maðkahollið í Langá og við keyptum maðka fyrir þá svona ég vil ekki segja góðan slatta ég maður getur á 12 stangir og þessi ekki bara hefur verið keyptur 100 maðkar á stöng á dag og svo náttúrulega var þetta var sísoni sem var mikið að lagsi og mig minnir að fyrsta vaktin var búin eftir klukkutíma það var allir komið kvota 5 mann, þetta var ógeðslega veiði en það er annar mál Þetta er útgerð ekki veiði Þetta er ekki einu veiði sko þú setti bara flótolt og maðk og hendi niður hvítastæðilinn og það fiskur hann náði aldrei að ná niður að hodninu sko og það var náttúrulega kláruðs bara þú setti 2 maðka fyrir hvert lagsana þetta voru bara, fór ekkert að maðki og svo kom holu eftir sem við vorum líka með og við áttum að kaupa fyrir þá maðka líka og við segja ekki, við erum að kaupa þá en nótum alltaf bara sem maðkjana Já, þetta er ágang Svo kom 3. árið
og við notum sem makkana þar og seldu svo restina í fjórðvalið. Það var mjög góð framleiða á þessum ormum. Svona fjórselja makki. Já, fjórseldu sem makka. En svo var það hætti þetta 2008. Já, bara... Og innflutningum minn á veiðistöngum, en ég átti alla stærðir og við keyptum líka vöðlur hjá honum Óla í ekki veðurum. Já. Við áttum 40-50 nefnavöðlur á tímabili og annað þess að vestum. Alla stærðir og allir mínu vinir sem var að byrja í veiði fengi alltaf að gefa svo með nefnavöðlur og líka frá Andra og Sigga, þannig að þær eru búin á loksins, sko. Ekki að vera frenaður. Já. Bring never from back. Ég held að býja eftir að Gummi Jörg komið með hann ætla alltaf að hanna neðafrem veiðilínu, sem sagt jakka og buxur. Við erum ennþá bara hver veit, hann nú að fara að opna nýja búð Nebraska og veitingastað og eitthvað, hann að við býðum spenntir eftir að geta keypt okkur neðafrem jakka í Nebraska. Minn makkar í 10 ár áttir bara neðafrem jakka. Addi reddari heitinn, sem var svona heppinn að kynna. Algjör snillingur. Já, öðlingur og Áttan orfis neðafrem jakka? Já. Það eru orðnir rarity, sko. Já, og þú gæst ekki hreyfti í honum, sko. Hann var æðislegur í þessu jakka og var alltaf svo vesti yfir og hann var alltaf í 5 lögum og var alltaf kalkallinum. Og í þessu jakka út í miði Laxá alda, það var geggja, sko. Það er nú bara ekki að geggjast moment sem ég séð í veiði, sko, því að það er ekki mikill veiði, eða var ekki mikill veiði maður per se, sko. Já, og þú veist, það er bara, þú veist, enginn sem hafi bara jafn gaman aðeins einhvern veginn. Við vorum hann að þvælast þegar hann fekk einhvern 95 cm fisk í prestil eða eitthvað á bátnum og bara gleðin, sko, þetta var geggjað dæmi, sko. Hann síðasti lax og hann var náttúrulega fyrirgjöðu ég svona besti makker og tök, besti makker sem ég haft, sko, og mun aldrei eignast annað en smakkar á stöng því að hann var náttúrulega eins eigingjarn maður og hægt var og maður Addi vildi ekki byrja, nei, Óli minn, þú byrjar svo bara sagði, Óli, viltu ekki bjór? Sagði, jú, ég nátti í miðjum gnústátunni, ég kem bara með hann til þín, viltu kannski kjúklingavangi með? Og hann var þjótt, sko, í eðli sínu, þó hann hafði nú reglugur Íslandsbanka og Arjabanka og Landsbanka, en þá var hann þjóttn í eðli sínu og rak rauðar þess að hann kallaði reddarinn og gæti reddað öllu. Þannig að hann var mikill snillingur og fór alltaf snemma og ég satt upp með annan lögfræðing í staðinn. Já, bara blessi minning hans, topp maður. En hann var fiskinn, hann alveg merkir þetta, skildi aldrei okkur, hann veit alltaf vel. Já, þú veist, hann kastaði óreglulega, það var ekki skipulag, stöngin lendi bara eitthvað staðar. Þannig að... Sem eru bara með þetta. Já. Þetta detti á sögum, ég var hugsaði mig gremju síðast að þáttu var að tala þegar Artúr hafi fengið 20 pundara. Fannst það svona halva óréttlátt, sko. Já, félaginn loksist náði einum. Félaginn loksist náði einum. Já, félaginn á loksist einum. Ég hef ekki ennþá ná honum. En það er bara stónlega póstur frá Þorgilsvinn okkar að hvort að þetta fær ekki að vera gott að Jú, mér finnst það að fara mjög illa með Þorgilsi. Þorgilsi bæði fallið voru góða drengur. Já, góða. Og ég fóð með hann í Þverá í fyrra og hann fekk stórlags þar. Þverá? Já, í Haukadal, já. Já, við sömdum skilmála þetta. Leið og hann var 90 cm fisk það hættir. Já, hann var ekki 90 sá, sko. Nei, ég veit það. En hann var mjög stór fallega fiskur og geggja vídeo, þú vil sé það, fór inn á neti, sko, og hann fekk þar 84-500 fisk, mjög stóran og flottan, sko. En þú veist, við erum búin að semja skilmála að þessu. Það bara drífa sér það. Og hann fekk enga lítinn þar, sko. Nei, það eru þetta heldur stóri fiskar í þessu er langir. Þetta er nú eina á hans ég veið hverja ári. Við erum að tala Þverá í Haukadal, bæði vegi, við erum ekki að tala Þverá í Borgarfirði eða Fljótslíð. Það er alveg magnað hvað þessi á gemur fiski. Þetta er náttúrulega, þú veist, Haukadal svo væri bara bleikið á eins og miða á í dölum eða væri ekki fyrir Þverá, sko. Ég er á því og ég hef alltaf sagt það og sagt það við hann Hjörtvin minn sem á hann helmikinn af henni, Köldukinn, landeigandi í Haukadal. Mér finnst mjög gaman að tala við fólk og það er sérstaklega bændur að hann ég er alveg á því að í þessari áganga nokkur 100 laxar og laxanir sem veiðast í blóta á horninu á göngutíma eru laxar að býja til að koma vatn í. Maður sér það bara stundum, þeir sitja bara í bókstafli í stútnum býja til að ganga. Og ég segi alltaf, sko, að því nú tekið þú Haukuna vel og ég er að fara heimsækja hann aftur í ár. Bætti henni við núna í ár og lagst næsta ár. Já, næsta ár, næsta sísón.
fer ekki hérna núna, ég hættur því að hérna sko ef það er fisk, ef það er lítið vatn þá er fullt af fisk í blóta í opnunni ef það er mikið vatn þá er hann allir farin upp í þverjá. En sko meiri segja að maður sko ég hef ekki veitt þarna mikið en maður er labbað þarna og skoða þetta, þú veist, það eru þú veist 20. júní þegar Haukadalsá er opna þó það sé, mann horfir í þverjá og bara það kemst engin fiskur inn, það eru fiskarinn frá slattaði þeim og maður hugsa bara hvenær komu þessir eiginlega sko. Þeir eru komni fyrir 2-3 vikur síðan sko. Sko ég sem er mjög óvanalegt líka fyrir dalina sko. Ég fór hérna fyrst með konunni minni og komum sérst heldur brúkastæðan okkur Haukadalsá í júní og við sáum 1 lax í haugunni og hann var með vinnufólki og hérna giftum okkur á Hólmavík og komum svo beint í Haukadalsá og þá varst þú nú tengdur henni og veitum þar í 2 daga og við með einmitt Adda heitinum og fleiri góðamönnum og sáum ekki, ég held að við sé 1 fisk síðan var þetta búið að vera helviti svo satt brúkupið og hérna þannig að við áksum að fáum okkur göngutúr og gerum eitthvað heilbreytt á morgun sko. Þannig að fengum plötuð til að kera okkur upp í Laxárdal og löbbuðum við hérna og löbbuðum alla Við löbbuðum frá Þrandagili og þar yfir og ég hef alltaf sitna ára að labba frá veiðhúsinni í Efri Hauk og því að með hann á leigumörkar Ef þú labbar bara beint upp frá þar þá kemur það efsta fossið þarna og við sáum það var ekki undir 100 fiskum sem við áttak sáum þegar við löbbuðum nyrdir settum ykkur fiska og þetta var Þetta er 22. júní þetta var annað holli og magna sko en hún líka rennur úr svona grunnum tjötnum þú veist, hérna hittnar og er frjó þú veist, jú, þetta spila vatni í Haukadalinn og það er náttúrulega hlýnara en þú veist Efri Haukadalsá, eða það væri ekki fyrir þetta vatn og þessu þverá, þá væri þetta bara svona sjóblikja á, saman með miða í Dölum skilur þú veist, hún er bara óköld Ég meina Efri Haukadalsá, ég var með hann í 7 ár í leigu, fyrst nú með ykkur hérna þegar við vorum með neðri og hérna hún er náttúrulega bara laxveiði á frá Arnarkletti og upp og svo upp og upp í Hlaupagljúfur í þinturinn neðan er ekki tryggingasvæði en það vísu var svolítið aukning hérna á 2 stöðum þar fyrir neðan okkar tíma hana og svo vorum við að grafa hrogn og flytja fiska upp fyrir Hlaupagljúfur og upp fyrir Réttarfoss sem er hérna tölur dofar og þar fórum við og skoðum eftir og grafa hrogn og koma árið eftir og það var allt morandi séð orðin fáranlega stór og rafveitum með Sigurðum á og þau voru bara helmikið stærri heldur en segið annars því þau höfðu bara nóg að borða þarna og nóg voru svo fá að litla hrygningar þarna það höfðu nóg plast kringu sig eiginlega engin urið þarna og þetta er það sem að ég skil bara ekki í landeigendum í neðri Hauku að þeir skuli ekki bara bjóðast að borga laxastega í Hlaupagljúfur Ef ekki beða bara fyrst að taka netir upp úr öxtum á vatninu og svo skulum við fara að tala um einhverja laxastegali bara baby steps hérna sko Já, ég get sagt að ég var í 7 ára og hérna hann, vinur minn, hann hérna hvað heitir hann sem við fórum kaffi til? Ég hef aldrei drukkið eins mikið kaffi á æfinni en það er akkurat dottið út af mér núna dottið út af mér, bóndið þarna sem leggur net og hann leggur net 2 Það er annað heldur en bænir í neðri Haukadalsá að leggja í ósinn sko. Bóndin á skóum er sá sem leggur net Sigur á vatni er hættu því bóndin á skóum leggur net og hefur rétt á því Það er Tóti félag okkar Tóti, já, en það er algjörlega galið sko. Fýtt ná ekki á hles Þetta er algjörlega galið að eitt staðisti landeigandinn sé að ég taka undan stofnunum sínum Ég talandi ekki um þessari barátt sem er í dag Já, þú veist, þetta er náttúrulega bara þau hafa mikla tekjur af laxinu þeir eru stæðstu landeigandur held ég ef maður rétt í neðri Haukadalsá kannski, þau eru allar mjög stór já, þetta er alveg bakkin sem sagt Reykjavíkurbakkin, Suðurbakkin alveg bara frá vatni og niður og vel niður sko. En það er sumt er mjög öðrugt en eins og ég sagði þá er það svona sem að situr sem ég fannst skemmtilegast í þessu því ég var annars með Efri Hauku og með, ég var skóa á þessum tíma það var nú alveg lost case en hérna algjörlega gegn mínu prinsip í dag allara og svo í Stjórnstangó að þetta var það sem að ég sakna mest er spjallið
við landeigundur og bændur sérstaklega, landeigundur ekki sérstaklega. En sko, nú ertu Óli, þú veist, eins og þarna, þú veist, ég veit að það, ég þekki enga mann sem er gaman að tala við varginn eins og þig sko, að hérna... En það er myndur að verða vargurinn, sko. Já, og hérna, þú veist, þú er búin að standa þannig í ykkur 7 ár, þú veist, við vorum að þvælast þarna á haustin, að fara að veiða í klakk og hérna, það var verið að kreista og grafa rogn og fara að seiðamæla og eitthvað svona. Svo þú veist, tekur þetta allt tímar, skilur, þetta tekur ekki 3 ár, þetta tekur þú veist 10 árunni. Og ég meina, lámarki, sko. Þú ert að borga pening, svo þú veist, er að veiðast það, þú veist, að veiðast þarna 1 lax í eitt sumar eins og út með það, sko, efri Haukadalsá. Best ára góð 21. Þú veist, þetta er svo, þú veist, þú ert búin að, þú veist, það er búin að gefa tölvöld að klukktími í það, þetta er ekki að rekta henni í leigusamningin, sko. Nei. Að það séu 3 menn að fara og hérna kreista og grafa eitthvað. Já, Sigurum á með okkur frítt, sko, tvísvar, bara í vinagreiða, sko, því það ekki hann úr þjófastæðarði langanni. Svo er bara leiðviknin er veiðfélagið einhvern veginn, já, þú veist, græs er alltaf grænna eitthvað hinum einn og þú bara missið það. Þú veist, eitthvað sem var, þú veist, rauninni bara passion project. En það var ekki veiði fyrir, það, sko, svona, það er sagt að ég hef engan á að fara hann aftur. Þú veist, bara, þú veist, dalamenn eru, hérna, svolítið ríkið þingengum. Ekki segja það bara þannig. En, þú veist, það er hann formaði veiðfélagsins sem að þetta Pétur, hann var með mér í liði alla leið og hefði bara viljað sjá mig vera með þetta næstu 20 árin og skildi hvað að gera. Valberg var mjög ánægður sem var landeigandi þarna. En svo þarf bara að vera einn. Það er náttúrulega kaffemaðurinn. Það er kaffemaðurinn. Nei, hann vildi hafa maður frá neyninni. Nei, þar drukkuðu kaffið. Það drukkuðu kaffið, já. Nei, það er ekki Valberg. Valberg er litla ástæðan. Jóel, já. Algjör snillingur. Ég gaf honum nefnra völu þegar hann sagði mér að hann leggja völuna. Þannig ég gaf honum völur. Svo hann getur verið að leggja net í ósir á horniðinni. Ég held hann ekki lagt eftir það. Þannig við höfum samræði. En ok, það er alveg sér kapitúli eru svona samskipti við þessi veiðifélag og bara hvernig þessi veiðifélag virka. Veist, þetta er náttúrulega burtsér frá eitthvað menni mikið í ánni, það eru aðeinar veiðifélagi, þá áttu 1 atkvæði. Þú veist, nú er þú, já bara svona segveið minni, þú veist, náttúrulega sæti stjórn stangveiðifélagsins, það sem að náttúrulega, þú veist, það er það sem þetta starf snýsta miklu leiti að vera í samskiptum við þessi aðeinar sem eiga þessi veiðisvæði. Þetta lítur átt að hafa verið aðeins skrautlegt og þá erum við ekkert að tala um Efri Haukadalsá, þá erum við bara að tala um þau veist, þeir náttúrulega eru með öll þessi svæði. Þetta eru nokkur 100 landeigendum mögulega sem er í samskipti við. Og allir skemmtilegur á sinn hátt. Sérstaklega eftirminnilegi til dæmis Þingasýslunni sem er minn, sko... Í Mjörsveitinni og Laxardalum. Á Laxardalum og bara Þingeyingar upp til hópa eru náttúrulega sérstakur hópur og þess vegna finnst mér þess að æðislegt að hvergi annars það vil ég vera en í Þingasýslu. Ég meina alltaf fyrirkomulagi þarna með þess að á en alltaf mjög sérstakt. Þetta er alveg. Þetta er möllbroti veiðifélag bara frá Mývatninu til Skjálfanda, sko. Ég meina, þú veist, eins og ég sagði eins og fundi að það er hérna, það er einn, sko, sagði að fallegasta, maður lefði flakka bara, það fallegasta veiðisvæði heimi, bara, og fallegasta svæði heimi er bara frá Skjálfanda upp í Mývatn. Það er bara eitt gallið við þetta, það eru Þingeyingar. Það er enginn sem getur unnið saman, þú sjáum bara hvernig er í Laxá í Aðaldal, sem ræði þetta aðeins á hann, sem er náttúrulega svona mitt sko ást, ég get staðið þar á Kastós að þetta veri hérna sorgaganga vera þarna, ég get verið í Laxá í Aðaldal í 6 daga svo fisk og finnst það geðveikt. Toppurinn minn í Laxá í Aðaldal er þegar Völli, gamli, kemur á Cherokee og þurrkar rykið af stuðarum og síðust undir að fá einhvern vindil. Það er svona, svo margt þar sem er eitthvað allt öðru sem annars þar. Þú átt líka miklar tengingar í gegnum hérna Jón Þór félagin og svona og marga góða vinni og ekkert bara veiðivinni heldur ég á voru bara mjög góða vinni. Men og ég var í 45 daga í Þingasýslu. Þannig að hérna ég meina að það er gott að vera þarna, sko, þetta er alveg geggjuð á, sko. Þetta er sko sem einstaklingar er þetta fólk alveg æðislegt en það mun aldrei verða samstæði í þessari á að reyna að gera einhverju hluti. Þú veist, allir eiga sammeilegt. Ég sagði þetta nú einmitt við hérna, þegar varum núna hérna bara daginn var ég hjá Hákoni vin mínum í Árbót algjörmeistari sko, öðlingsmaður og hans saga er bara alltaf sitt í bók, sko. Já, eiginlega. Við reyfum hann ekki hér, það er bara sér þáttur. Sér þáttur, sko. Hann er, sko, hér frábær maður og
sko Árni Pétur vinur minn í Árnesi æðislegur maður og báðir sem menn elska þess át á lífinu en þeir geta ekki verið sammála hvernig á byggja hann upp Nei. og þú veist Og það engir tveir þingar eitthvað sammála Nei, það er bara ekki fræðilega að ná þessu saman þú veist, ég alltaf sagt að við varum geðið ef við geti eignast litla jörð þarna að því að sko Það ekki þetta því að þú verður orðið geðveikur bara Nei, það er gaman að vera með í þessu mjög svo leitt að geta ekki verið með sko Þú elskar Eiður þetta. Vilmi Pétursson sem að þetta er kannski að fá eitthvað með þetta annarlaða veiðiþjóður Já, hann sko segir að sjálft besta Húsavík en það er hann Húsingur og Húsingar eru veiðiþjóðar hérna Jón Þór segir alltaf Reykjakörfið sem það allra besta og hvergi betra að vera og Árni Pétur og Ari segja að sé best að vera í aðaldalum og svo rífast þeir þetta þannig ég að koma inn í næsta dal, inn í Bárðardal eða eitthvað, það var eitthvað fjórða, eða inn í Kinn og eitthvað fjórði maður til að rífast á milli. Mér finnst það, ég held ég alveg agalega og jarðeigandi, sko. Já, þau eru óþólandi, sko. Ég alveg óþólandi, sko. Þú er svo fljótur að morfast inn í þetta sjálfur, að búa til þínar eigin kenningar eftir, sko. En það er kannski ástæð fyrir maður heillar að þinga síslu að þetta bara, Já, þú veist. Þetta guðdómlegt svæði. Maður samt oft bara þú veist, þegar maður horfir yfir þetta og allt þetta svæði, þú veist, bara, þú veist, urriðan upp frá og lagsin niður frá, bara svona, maður þú veist, bara anskotin, okkur getið ekki bara verið sammála og, verið kannski sammála vísindamönnum líka. Víða bara svona, já, það er mín tilfinning sem, og svo bara eitthvað, kemur bara gaur, hvað fórsetur þetta? Það er að hlusta á líffræðikinn þetta, sko. Þetta er bara svo, þetta veiða sleppatal, sem er alltaf, kemur í löglu tátum hérna, þannig að alveg að taka það aftur. Að sko það er algjörlega fáránlegt að halda því fram virkilega að ástæða fyrir að fækka laxi í Langá að því er hættir að veiða maðk eða hættir að drepa svo mikið. Það er alveg landeigendur við Langá sem halda að veri betra að lega maðkinn aftur húnni. Já, ég meina Langá ennþá, einmitt eins og við erum komið inn á hérna, þú veist, það eru fjórir á stöng á dag í kvóta. Þú veist, það er hvað veitist ég á henni 800 laxar, það er kvóti upp á 3600 laxar á henni. En svo er það sko, þú veist, ég held sér kvótar sé að skipta svo minna máli með hverju árinu. Það er bara orðið rosa fáið sem drepa sér fisk. En samt sjá þess að því, mér var svolítið eftirminnilegt þegar ég var í stjórninni, þá barðist ég fyrir því að minnka kvóta í Mývatnssveit úr 2 í 1. Og það var eftir það að held ég að þú hefði sendt mér, eða Viktor Kokkur, vídeo úr kistunum, tróðfulla kistur ár eftir ár sem skilið eftir og Viktor fór bara með þetta og reykti þetta og var bara með silung í öllu jólahlaðbörum á Íslandi þegar hann var bara bara 100 kíló á öryða. Síðan fyrir við með kvotan í 1 og hvernig var kistan haustið? Það var lítið sem ekkert í henni. Það var ekki tóm, það var nokkrir í henni. Nei, það var alveg slatti. Já, en miklu minna. Það var alveg slatti samt. Og nú var að fara aftur í kvotan sem var ekki mín ákvörðun. Það var með aftur í 2. Og hvað gerist þá? Það var afturfull kista. Þannig að þú veist, til hvers ertu að drepa fiskinn? Það er alltaf ekki svona að éta. Ég er ekki fyrir ég drepa mér alltaf lax á hverju ári til þess að fá mér 1 í reikinn og grafinn. Ég ger það alltaf, mér bara, þú veist, en það er 1. Ég veit 40 dagar í sumar og ég drapa 1 lax. Þeir voru hann að bræðirnir sem voru hann upp í Mývatnssveit, Fannar, Ég drapa hann í Andakilsá, svo við vitum það. Það er gott, ég vil ekki grænta það. En þú veist, þeir voru að fara með 2 á sumri þegar veiðmenninni kom bara inn í eldhús bara, frystikistan er full, hvað er að setja fiskinn? Það er bara eitthvað, já. Þá þetta að fara og tæma frystikistuna og gefa þetta fólkinn á skútustöðum í Reykhúsinu þegar það var full frystikista, sko 2 frystikistur af silung. Stórum sko ekki sjókrignum, bara gömlum silungum. Gömlum jölku sem að liggi anni í 10 ár, skilur. Já, einhver vídeo hérna, við verum að kannski ráðfara okkur hvort að klippið inni, þetta er ekki fyrir viðkvæma að horfa á þetta, sko, eða þú veist ekki fyrir okkur við að sleppa perrana, sko, þú veist að horfa á okkur 6 pund á staðbundna örri, bara frostþurka, Ég er ekki veið að sleppa fanatíkus í því, ég ætla að veið að sleppi það sem á að veið að sleppa, en mér finnst og að gaman að bjóða Tindó og mömmu og hérna í silung nývetan lax, ný gengin ef ástæðið er gott, en til að mynda í Langanum fekk ég 1 núna í ár og ég hafði árum undan búin að vera léleg þannig að ég sleppt honum árið þar á undan fekk ég 1 líka og hafði grunum að vera lélegt og sleppt honum líka en árið þar á undan fekk ég 6 held ég þar á undan og þá tók ég 2
Það er fínt. Þú veist, og það er þetta og það er sama sko, þú veist, Við erum bara svolítið læs á þetta sko. ég er rosa ánægð með það, mér var hérna af ákveðnum mönnum kennt að maðkurinn fór og farið í veið að sleppa í ellanum og ég sagði það verið mitt legend mín legacy frá Stangulir Reykjavíkur að ég hefði hérna farið með henni við að sleppa, það væri bara mjög sáttu við það og það náttúrulega var bara ákveðin veðmálastofnunar sem við og það var 7 manna stjórn sem kausum þetta og var kosið meirihlutinn með því að fara fylgja ráðum þeirra. Já, þú veist, það var náttúrulega bara annarkvort að gera þetta eða bara loka ellanum. Já, það og við ákvæmum frekarlega fólkja við hana en svo móti kemur það að mér dauðs á eftir því að hafi ekki tekið einn urriðaðinu sem ég fekk í Mjósundinu í Mjósundinni feitan geldvísi að þess hefur verið geggja góður. Það er flottir þessi 50 cm fiskar, alveg eins og sjóbyrtingar sko, bara fint sko. En svo, þú veist, ég hef ekki drepa einn urriða síðan ég byrjaði Mjósund. Ég er ekki að segja að þurfa, megi ekki drepa einn urriða, ég er ekki að segja það. En ég hef ekki þörf fyrir það. En það er verra þegar menn drepa og skilja bara eftir eins og bara myndirnar sanna. Hann Páll í Fossánum sagði mér að hann hefði fundið 4 fulla ruslapoka af slápum. Já, 3 voru röð. Það voru náttúrulega konur í vinna okkar í Keflavík. Já. Það er annar handleikur. Já. Nei, þú veist, og ég held að þar sé farið að breytast. Já, það er það. Já. Og ég held í rauninni að í Stanguleikfélagi Keflavíkur sé mjög mikið að bara góðum veiðmönnum sem að, þú veist, eru nútíma veiðmenn, sko. En það er þarna ákveðin svona klíka kannski sem að... Það er bara í öllum þessu félögum upp til hópa fólki gott. Ég er ekki að segja þessi vond fólk sem að drepa fiska. Nei. Þú veist, maður má ekki skrimsla við umræðan alveg, þannig að við getum ekki átt eitthvað samtal, sko. Við séum bara á sikkurum pólnum og þetta séu vondumennir og við séum góða fólki og öfund, sko. Og þú veist, það er alveg rétt að það er ekkert aukist veiðinlegs og aldal eftir að fóra við að sleppa. Þú veist, en hvernig verður staðan annars? Og veiðin er allstaðar hrunni, þannig að það eina sem við getum gert er að sleppa fisknum. Og talandi eins og upp í Mývarsveit og Laxdal, sko, því að ég er búin að veiða þarna 20 ár, sko, stærðin á fiskunum eftir að veiðasleppa var, þú veist, veiðasleppa gerðist bara organikli þarna. Þú veist, það var ennþá bara sami kvóti, eða þú veist, það minnkaði eitthvað aðeins, en þú veist, mest af fiskinum er sleppt. Þeir sem að veiða mest sleppa eiginlega. Og bara stærðin á fiskunum, þú veist, bara staðbundnir stóri fiskar eru bara gamli fiskar og að geta verið að ganga í vísu. Ég veit bara núna, þegar ég fer í 3 daga í Laxá Mývatnsveit, að ég er að fara að fá nokkra yfir 60 cm. Ég man bara þetta í 2005 voru 350 fiska hol, Mývatnsveit, það voru 4 60-62 cm og það voru stærstu fiskarnir. Allt dreipið, skilur. Og það eru fiskarinn upp á vegg, 64 cm fiskur uppstoppaður. Hann var ekkert uppstoppar út því þetta var eitthvað venjulegu fiskur. Þetta er bara venjulegu fiskur þetta dag. Og svo er það bara líka það, þetta er bara, sko, svo bara, þú veist, þetta er 60-70 sem fiskar og elgan verður að drepast bara, já, en þeir eru ekki döðir, sko. Nei. Þú veist, ég fekk bleiki þetta í fyrra, við Göngubrúna, frinniðan, Bróðflón, og kastaði bleiki þar og hún var bara að deyja. Ég bara dróð hann upp á land, ég dróð ekki eins og ég bara dróð hann, lyfti hann bara upp og sprikla ekki eins og Já, með eitthvað kunnaðnum mitt í sumar ég háfa fiskin og hann bara dó í höndunum okkur Það er komið samanleikar hér tókar það er bara algjörlega búin en þá bara deyr hann og verður bara eftir jánni skilur, þú veist, það skiptir einhver máli Það er bara gangur lífsins, sko veist, og þessi fiskar líka sem deyja jánni þeir eru næringarefni og fóðurinn fyrir annars, sko Þannig að, þú veist og svo, þú veist, hlustaði mitt á hérna, þú veist hérna með það ætti bara ekki að drepa neitt fiskulís, þú veist ég er ekki þar, þú veist ég er bara á því að menn eigi að hvað maður segja, þú veist ef áin er tróðfull af fiski þá bara alltaf að taka sér í svoðið ef áin er í vandræðum, þá getur ekki réttlætt að drepa fiski núna er líka bara allar helvitis rolluna sem koma niður af fjalli því það átti ekki í undaneldi sko. Þetta er bara okkur einfalt og svo náttúrulega þú veist ég er ekki þetta að horfa fram með því að álæða á þessar ára meira og veiðmennir orðin betri og allt það sko við erum orðin betri að ná þessu fiskum Afi heitinn sem nú áhrifavaldur hjá mér í veiði var nú með 3 stangoðan fjall frá hann sem sagt þegar þeir fóru í vítan það voru 4 stangir veitaðar þar og það veitti 60 daga þeir legðu ána í 40 daga til admirála í Ameríku á Keflavíkurflugvelli og svo komu þeir í maðkahol þar eftir og fylltu bílana tókur hringningar sko,
já, en það var fullt eftir því það var miklu minn Það tíma. var bara ekki, Nei, og það er ekki engi gætar eða, Þeir hættu, þú veist, það var aldrei veitt fram í september. Það var bara hætti í byrjun september. En menna, Leið þetta hætti að vera matur. Þú veist, það var þannig að þú dóst 4 strá, það varst dysastrái, þá varstu heppin því að komið aftur, þá varst með fyrsta bíl heim með fiskinn í sölu og þá seldur fiskinn líka á hreindýra kjötsverði og að þú veistu lengsta þá veistu gastu verið 2-3 daga eða þú fekst miðjustrái þá varst að fara skiluru heim í miðuntúr og það tók ekkert aftur svo var hann að keyra með skottið, aftursætið og farþegarsætið fullt, fjæðrinnar lág saman á Malavegi og Viðdaldi Reykjavíkur í kannski 9 tíma að þú gast ekki keyrt hraðar svo full fisk og ég man þegar að koma þetta heim ég trú, þú veist og myndin, ég setti hann upp á Facebook fyrir nokkrum árum og það bara af og kentum bara að vera að rústa stofn í Ísland, skiluru þarna var hann alltaf nógu eftir hrygningafisk nú er bara ekki nógu hrygningafisk, þá getum við ekki réttlega að drepa þetta. Nei, sko, við getum alltaf líka bara haft stjórn á einhverjum ákveðnum faktorum sem er það sem gerist í ánni það er voða erfitt fyrir okkur að gera eitthvað út í sjó, sko sem ég held að sé stærsta máli þess að verðu að leyfa þessum fáfiskum sem koma að lifa. Nú var það í fréttum í gær bara að Norðmennir er búin að setja sinni lax á válista hvort það fylgir ekki bara hjá okkur að þetta er að verða einhver bölvaði fálkar eftir í þessum ám sko, ég heiti fiskifræðing í haust sem bara sagði það að þessi blessaði núlags eftir að ganga frá laxinum. Já, það er nú einmitt viðmælandi hérna hjá okkur það er mjög áhvert því að sko, hann var sem bara þú veist, fundu hreiður í Brúara og þar voru 7-8 hængar syndir hringi kringu það og svo hrygna allar hrygnar á sama stað og hængarnir bara passa þetta og þeir ráðast bara fiskinn. Já, hrygnar líklega dauðar. Já, hrygnar líklega dauðar. Þess vegna sem alveg frábært þegar þeir eru fyrir austan til að draga á árnar í lok veðtímis. Já, það er ekki að virka. Nei, hann hrygnir í mánuð ágúst september sko. Þeir eru dauðir þá. Ég horfði að eitt svona ógeðslan alveg að deyja hæng í Sandáni efsta veðistað. Það var að veiða á hann tók ekki. Það var sem betur eittar. Hvenær varst þú í Sandáni? 1.4. sept. Já, ég var örugglega búin að setja hérna fisk. Já, ógeðslega ljótur og allra dett í sundur. Svona zombie bara. Það var ríkalega ljótur. Og hliðin á hann var bara svona 95 sem eftir að hrygna. Var hann þá ekkert að ráðast á fiskana? Laxana? Nei, hann var bara einn. Var hann bara einn? Já. Þegar ég og Vésteinn vorum að nöfra, voru 4 upp í fósbroti, það var ekki hægt að veiða fósbrotið nema bara á hnúðlagsana, því að það var einn stærri hnúðlagsata sem reyðast á alla laxana í hillum. Bara að berja það upp í Hvítfrís upp í fósinn. Þetta var bara agalegt að horfa á þetta. Við förum yfir þetta með honum Benóni vonandi næstu viku. Já, það er mjög áhugavert að vita. Já, þetta er ríka þess að við á þessu. En hérna, Óli, vinur okkar í Eirberg sem eru að styrkja okkur í þessari þáttagerð hérna. Þeim langar alltaf að vita hver er eftirlætis veiðistæðurinn. Ég veit að ég stugga lítið þér þegar kemur að föðurlandinu. Þú ert alltaf í smekkbuxum. Já, alltaf í samfélstum. Okkur sem veiðum með til mikils unaðar þegar þú ferð í smokkin en mér langar bara að biðla til þín frá mér og vinnuðinum að kannski kíkja við Eirberg og fá þér dúfte föðurland. Er þetta smokk líka? Nei, þetta er meira svona stylish. Það er stylish, já. Það er bestu undirfötin í bænum en nei, ég veit að þér verður ekki hakka sko. Ég var með maður í Aldvatninu þar sem ég rændi bara að því nuttgræðinni og lá hérna og emjaði svo stungin grís með þetta bakinn á mér hérna í heila kvöldstund. Við erum búin að vera hérna strákarnir mikið í hérna nýtingatörn og þá fær maður veðabólgi í axlirnar sko. Það og svo þessi helds nálamotta maður. Leggjast á hana 10 mínútur á með að vera svo. Þessi nuttgræði hérna, ég sopnaði með hana mér sko. Og vaknaði bara, ég fann hann bara nutta með sunda með bakinn líka. Bara verið þessu tyggju og bara Þetta er nöðsilegt að hafa dúfti og þess að nuttgræða með sér liði í þessu. Uppáhalds veiðistæðurinn. Það er bara svo. Ég held að þessu brandarinn sko, ég var alltaf 9 uppáhalds anna. Ég sé alltaf uppáhalds mín er Haukadalsá. Ok. Hún er. Ég hefði ekki giskað það sko. Nei, Laxá er Aldal er náttúrulega bara. Langá. Hún er annað. Langá er. Nei, mér finnst Haukan. Langar náttúrulega bara sögulega sér frábæð, þess að 3 eru það efstar hjá mér. En Haukan hefur náttúrulega stóra fiskina þá. Já. Það er rosa sorglegt að síðustu 3 árin sem voru seðsleppingar í Langá var bara 2 fiski sleppt tekið í klakk. Það er svona jógst 2 laxan á tímabili. Fóru 10 í 100 fiska, veit það. Maður sér allt, maður sjá alveg miklu meira að 2 fiski heldur en þú veist, þeir eru svona 75 mikið sko. Já, en geggjaði fiska, sko. Upp á staður minn í Langá er Kattásflúgur
sem svona oftast næst fisklust Í seinni tíð var samt geggjað staður fyrir bara 15 ára síðan. Hérna fyrir 15 ára, geðveikur staður. Var bara brýtur hugan yfir hvað gerðist, sko. Og þar, svo bara æðist það með það, en ég á sem sagt skemmtilegasti stund sem ég átt, og það matta heitinum, var í Laxaði Aldal á Knústatúni. Þar kem ég fyrstu vaktin með Laxaði Aldal, hélt nú þetta væri náttúrulega bara og fekk vinda ánni sem ég var röng því að ég fá fyrstu vaktin sett í 7 laxa á Knústatúni, misti 2 20-butra, fekk 93 sem var þá enn stæðsti fiskur minn, ég fengi 3,93, fekk 93, 84 og 73 og svo 1 smálax. Geggja. Og hérna, í svona minningu söguð þinni að þú tók snjaptættið af mér með stóra fiskin í skriðuflúð, að þá sem sagt tók Addi heitinn vídeo af mér og þegar fiskur kom að landi, það var svo stressað að það var allt í einu myndin vera rauð því hann setti fingurum fyrir linsuna. Nei. Og svo klikkaði háinu þar og hann var alveg komin upp að landi sáinn, seinni misti ég og það var hérna, hann komst aldrei að landi en hinn var, að ég var að segja, Addi var jakkóður að háfa og ég. En ég fyrirgaf eitthvað hónu það og nú leitni, en það var, held ég, þetta er bara næsta vakt er eins. Það sýndi bara í 7 fiska og það 20 myndar, þetta var ekkert mál, sko. En ég hef ekki sett svo í 1 20 viðbót og það var með þér skriðuflúðinni. En ég myndi segja Knústatúnið á ég náttúrulega bara sýslega minninga með Adda-heitinum og er miklu uppáldið á mér, sá við staður. Þó að hann hafi ekki verið góður eiginlega síðan þetta ár var. Nei. Þó alltaf einn og einn svona hauststaður ykkur. Já, það alltaf einn handan við bátalæð stór. Ég reist það nú í sumar. Og svo höfða heilurinn líka. Þetta er bara svo margir staðir sem er að veiða. Flottast staðir sem ég veit er mitt fossbrotið í Sandá. Alveg bara umhverfið að vera þetta er stórkostlegt, sko. En svo er minn staður í Langá sem að skila mér alltaf. Það er sem sagt neðri Langisjór, Langisjór beygja fyrir ekki. Já. Það er staðurinn minn. Ertu í alvörun að nefna Langasjór beygir sem upp á all staður? Nei, það er staðurinn minn sem gefur mér alltaf. Já, ok, það er bara með leiðilegur stöðum, sko. Nei, hann er það ekki. Þú er andlega örgulega fyrir neðan, eða ekki? Já, sko, er þetta talað fyrir ofan steina? Já, fyrir ofan steina. Það þarf að færa til eitthvað þessi steina, held ég, og laga það aðeins. Nei, ég má ekki hreyfa neitt. Okay. Eina sem má laga er kistan og hólsbrenns og fiskur getur gengið upp, annað bara láta vera og leifa ánni að stjórna þessu. Já, ég er alveg samanlega, sko. Þetta er alveg, yngur hann náttúrulega var stórkostlegur veiðistað hönnur. Já, bara ársmiður. Og ég gleymiði aldrei þegar, ég var alltaf að byrja að gæta þegar Bárðabungan, sem er 31,5 í Langá, gaf, fór að gefa fyrst fiskana. Þá var það svona, hólan var svona stærð við þetta borð. Það löðust 2-4 fiskarar, stoppaður aðeins og tók alltaf. Og alltaf gengið að vísum einum. Svo kem ég eitt vorið, Anni, þá hann bara Bárðabungan orðin eins og hún er í dag. Þú veist, fiskur á svona 80 fermetrum. Og ég bara, djúvitað nú skóla sig. Svo er eitthvað hérna setnum sem bara að kíkja og bara byttu. Okkur er gras í það. Það var bara, hvað fyrir eftir katapillerinn? Hann bara grafið úr inni. Já, aðeins Sama gerðan við 34 fyrir neðan jarðlagsstaðakvörn. Ekki Bauluskar. Nei. Ég fikk fiskar. Lækjarós. Hann gaf einu sinni 100 laxa. Og engin skildi okkur fiskum hana. Svo kom það í ljós, fór ég að skoða í kringu það og yngur að fari með bakka og tekið þessu upp og gert hólu og þannig stoppuð þeir. Já, svo náttúrulega eru sko ævintýralegi staðir sem hann er að skapa staði sem hann líka við úr öðrum ám. Já, það er svo Langisjórinn. Það var að holma á stífla. Þetta er alltaf ekki ekkert. En aftur þetta er sko best hannaði staðar hjá honum. Ég held ég að Jósef Reynis eigi þann stað. Það er Kríubreiða. Já. Því menn veit ekki það. Ótrúlega skemmtilegur staður, sko. Það er manngerður staður. Það er klöpp að neðst sem er hóla fyrir neðan. Barði hinum meginn og ferði yfir og fer að skoða það. Þá er vírnet, svona vírgirðinganett. Möskvið undir hérna. Bara svona kjúklinganett eitthvað. Nei, svona stóru, sko, svona girðingar á. Já. Út af flugvöldaflið, sko. Þá hefði það verið lagt, grús ofan á, tætt yfir og tengt. Gerð bara svona risa, 20 rúmmetrar af möl
og þetta veit enginn eða veit ekki allir að það sé bara algjörlega manngerðu staður, þarna flæddi áin allar áttir sko. Já, fór náttúrulega hinum megin. Þannig að Já, og líka álfadraslið. Álgerðarskvörnin? Hvað segir Álfgerðisholtskvörn? Álfgerðisholtskvörn, já. Hún er ekkert manngerð. Nei, þú veist, þú sér samt að það er garður efst sem að stýri því að hann fari þarna megin við og eitthvað svona, þú veist, þetta er samt við að snirtilega gert, sko. Já, og vel hefnað. Sko, ég segi það Þetta er ekki uppáldið hjá mér samt að við eitthvað svona steinahleðslu þvert yfir á Nei, eitthvað, hvað heldur að húlsbreiðan hafi bjargað mörgum veiðmönnum. En svo náttúrulega er það þannig að hann skemmti, vil ég meina, líka veiðistæði á því að vera eiga við þá. Já. Meina, þegar eitt skipti tók hann 3 rúmmetra úr glanna og það var bara 80 metra dýpi fyrir fram að brotið og hann tók bara 5 ára að fylla það. En þú veist, ég er mjög hlindur að ég bara leiðis að vera nema það, laxing getur bara ekki gengið upp Langá frá, sem sagt, áður af þessi staði var gerðir, var ekki veiðistæður frá, sem sagt, Stangarhylsbreiðu upp í, Melsenda. Nei, það er eiginlega ekki neitt. Nei, það var það í þetta, það var það áin bara lag út allt. Melsendi var best hilurinn í ánni í gamla. Ég meina það þarf að gera þetta 12 stanga á. Hún er það ekki bara frá náttúrunnar hendi? Best merkt á, menn hann er fyrst með veiðistæðalýsing á netinu, ég mun eftir henni, ég finna hann ekki lengur á netinu, sem hann bara tók myndakar með einsta stað og gerði lýsing á veiðistæðum. Skiltinni, hún var alltaf það sem áttur að byrja að kasta, ekki við tökustæðin. Já, Árnætti reynir svona að halda því þannig. Það er bara svona, ef það er eðlilegt vatn og svona nokkuð basic, þá getur við miða við skiltinu. Sem meika verið senst heldur því tökustæðin færist. Þú veist, þá ertu bara aðeins ofalega með skiltið eða, þú veist, lanávalinu? Það er nú allir gangur á þessum, maður er oft bara ekki að byrja, já, skiltið er hérna upp á háa klettinum og vísar frá, eitthvað svona. En á móti kemur það, mér er mjög gaman að veiða svo ár eins og sem eru ómertar. Já, strömmfyrá. Mér finnst það. Hann eftir sjá henni, eða ekki, finnst þér? Þið tóku Tauðborgur, hann er bara alltaf mikið. Já, það var algjörlega galið, þetta er bara fyrst árið mitt í stjórninni og við að missa hítara og panik og bara það sem að ég nú tala fyrir að ég vil láta breyta þessum kostingum í Stjórnarskóla Reykjavíkur í að það sé kosið 2 stjórnarmenn á ári til 3 ára. Þú veist, 2 ár gerir ekki neitt og sem svo hörðu var að segja, þú gerir ekki neitt 4 ár, setni á 3. til 4. ári getur við gert eitthvað og 5. og 7. þú veist, það sagði við mig hann Bjarni Ómar að lágmarkstími í stjórn var í 4 ár og hámarkstími 8 best var að vera í 6 ár og ég held sér svolítið mikið til í því á hann það kemur leið í því en það er svona kannski sorglega því að ég náttúrulega var í kjær og gæti ekki haldið kjafti að ég datt úr kosningu síðast og hérna var í 4 ár að þú veist þú breytir svo litlu á 4 árum en eins og ég segi það sem breytir samt er það að það er bara frábær rekstur á félaginu í dag og búið að vera ógeðslega mikil vinna ég var í 4 ekki leiðileg erfið ár í stjórn. Það er alltaf verið að vinda ofan á ýmsu. Já, vinda á mörgu og svo kemur COVID-ið og svo kemur margt annað sem kom á þessu tíma. Ég kem inn þegar innbyrðis deilunar eru svona á milli fyrir stjórnamanna eru að enda og það eru stjórnamenn þar inni sem er ekki sáttu við hvort annan. Það er fyrsta árið mitt. Annað árið var svona komið góð stjórn. Það var svona hreinsa lofti þar og svo 3. og 4. var frábært. Og fá inn við svo að tala þessi stjórntjámi síðustu 2 árin fá inn eins og Halldór Jörg bara þessi maður er alltaf snillingur þetta er ekstra maður, hann er fíngum hann er bara, og miklu meira ekstra maður hann er bara svo skynsamur hjá honum er alla tilfinningar sem þau eru með hann bara tekst að fela þar til að ganga frá hann var erfiðast í samningum okkur í Sandá svo bara kemur og hann var í skíjónum hann sagði bara, það verður samt að hugsa maður hlutinni gangi upp og það sama sem nýr frangulstjóri hefur, hann sagði bara, hann er ekkert veiði með þannig jú, hann veiðir með mér á hverju ári í hjónahólunum upp í Langá og Sigurþór segir bara, við okkur með þetta sagði hérna, við töfum á því þá hætta með það og þetta var svo erfitt með Ég verið að segja, mér veist vanta smá hugssjón í því til dæmis að stangafélaginu að láta frá sér bílsvellið netin er að fara upp og hvíta líklega komin að hluta þetta er Silungsveið svo að hálftíma úr Reykjavík það er náttúrulega bara, það er aðeins þetta klapp þessu, ég skil að það er ekki að tapa á þessu Já, en þegar þú lendir því að hitta fólk út í bæ að við tókum stórskreið bílsvellinu og hættum vorfiðinni
sleppur lagsi, hvað gerist? Ég hitti mann út í bæ sem kaupir silung af bændum, hann og Guðmundið Árna, sem þeir veiða í vorinu net í soginu. Hvernig áttu að vinna með svona alveg fólki? Það er náttúrulega ekki hægt. Nei. Og þú veist út með Árna hinum megin, fínn náungi, kynntist honum í sumar, stórskemmtilega maður. Árni Bald. Já, svo ertu með eitthvað skáta fyrir reyfingu þar fyrir neðan, svo ertu, þú veist, eða skórækta, hvað er þetta? Þú veist, þetta er svo svolítið ástætt þessi aðaldalum. Torfastæði. Ég var náttúrulega var á þessu stórgosla, skátari. Nei, það er alviðra sem er eitthvað svona félagsaðstöða, Já, landgræslan eða landgræsla, já, ekki skáta, ég menn ekki, eitthvað svona félag. Og þetta er svolítið þessu í aðaldalum, við erum fólk öllum áttum og ég var á þessum fræga fundi hjá veiðifélagi Ölfusár og Hvítár þegar Árni Baldur að taka hana og gera þetta við að sleppa. Og ég ætla að segja hann svona hafa svolítið eins og ég að act before you think. Og hann ég held að hann gert illt verra með þessu en það er alltaf fáránlegt og ég satt þarna á fundinum og hlusta á þetta bara sem áhrifða fulltrúarsamfélag Reykjavíkur. Það er fáránlegt að þú getur það sýtti að réttlæta það að þú getur lagt net neðst í Ölfusá og tekið allan laxinn sem er upp alinn í soginu eða stóra laxinn. Þú veist, ég sem sagði við hann ég var að reka, ég var að tala við eitt bónda þarna. Ég var bóndi fyrir jörðin fyrir ofan fréttina þú myndir reka fyrir gegnum landið mitt ég tæki aðra eitthvað roglu til mín þú veist, þetta er algjörlega galið þetta er bíla við eigum þennan rétt ég bara frétt okkur, það er hrygningi Hvítá það er engin hrygningi Hvítá að viti það myndir að veiða fiskar í september það er ekki fiskar í september engin lax þú veist, þau eru einhverjir þetta veiðifélag er allt og stórt til þess að það sé hægt að gera eitthvað í þessu Já. Og stæðsti netaveiðmaðurinn er Ölfusár, er sem Selfoss, Árborg. Leigir út réttin Nei, með ekki leiga lengur. Þannig að það bara láta hafa hann. Stæðsti netalagningamæðurinn er einhver pólitíkus í Árborg sem öskraði þetta fundum að brjála þetta banna netaveiðar. Já, þetta er bæjarfélagið, sveitafélagið. Það er ótrúlegt hvernig þetta náði verið 35 árum síðan í Borgarfirði og er ekki komið lengra þarna. Ég menn það er ennþá netalaglir í Skjálfanda. Frá Húsavíkbæ. Hvers konar galið? Hún er að leiða þær á 150 krónur hver lögn ári. Já, við fáum ekki lax í þetta, bara gleymdu Þið væru ekki að standa í þessu ef það væri ekki lax í þessu, sko. Bara segir sjálft. Og þetta er bara svo mikið tímaskekkja. Bílsveldið ég var á því eftir fyrsta árum þarna að hætta með það. Já. Alveg saman þessi löng örka ár og allt það þóttu væntu svæði og ég veit í Áskarði margóft og bílsveldi tvisar það er ekkert að vinna með þeim og þannig ég er bara mjög ánæður ef að þetta tekst hjá störum að taka all svæðin með fyrir utan Árna því Árni vinnur með þeim, ég veit það Árni og Ingo er bara perluvinir og með sömu hugsjón og þú veist, þeim þykir vænt þetta svæði og að gangi hjá Elvari í NASF að kaupa upp þessi net ég meina það komin 500 laxa eða net sem voru að taka 500 laxa kominu 300 af þeim fær eitthvað annað til staðinn mögulega skilur þú veist, en það þarf að náðu með en þú veist hann er að djöflast í þessu sko hann er að móka hóli í þessum sandgrifi sko og bara vonandi að gera þetta reyðan hátt með landeitum en þú veist, ég spyr bara, það var gaman að vita hann spyr bara alveg að því vinnum pappans og hann er góði vinnir að þú veist, er Árborg en þá að leggja sín sveitafélagið út af því að það er ykkur í framsókn eða þeim flokki sem hefur völd þar sem er innan félagsmaður og langar að gera þetta þú veist, það algjörlega fár alltaf sveitafélagið skulle leggja net Já, nefnir að tala við eitt svona, hvað ég segja framhugsandi landeiganda sem að við erum nú að reyna að fá einn í þáttinn og vonandi getur tilkynnt það bara fljótlega en þú veist, einmitt varandi svona þú veist, að eiga við einhver svona sveitafélög, ríkisbák reppapólitík, aðra landeigendur eitthvað, þannig að kalla þetta berjast við vindmylur sko, þú veist, það er bara þetta er oft svo vonlaust að mönnum fallast bara hendur og menn gefast upp, eins og Stanguvíla gafst upp á bílsvellinu, sem að þú veist, það eru 2 mánuðir þarna bara seilungsveiði, 3 mánuðir sem er geggjað, hálftíma, þú veist, það er 3 vakning í seilungsveiði. Ég meina við Birkir og Vésteinn verðum mættir í bílsvelli að veiða bleikju í maí sko. Já, en nota bene sko, við förum að fund með fiskifræðing og Landsvirkjun og hann segir það verður að venda Bílfellsbreiðina á vorin því að þarna hrygnir laxinn
og það verður bara hægt þessi vorveiði því að veiði minnst tappa ofan á hrognunum á vorin og skemma hreiðrin. Þessna hættu við vorveiðinni að ráðlækningu þeirra. Ég held að það hefur verið mest út því að menn voru í stórfældi drápi á bæði bleikinu og hóplaxi. Það var bara út af hrygningin til að hjálpa. Þetta er alveg svolítið mögnu pæling, sko. Já, ég meina, þú veist, þetta er aðar hrygningastæðurinn í bílsveldinu. Skrifa þetta niður Birkir, við spurum Benóni. Þú veður fram og tilbaka í apríl og traðkra öllu hrognum. Nákvæmlega, þetta lappaði út allt og þú er bara rótandi upp. Þessi hrognur klakin, sko. Þeir eru ennþá reyður á vorin. Í apríl-mæ eru ennþá reyður þarna. Okay. Við þurfum að spura Benóni. Og hinn hugmyndi var svo að ég manni hvað hétt, ég held að það heit Magnús sem með þetta. Og hinn hugmyndi var svo að girða það af, bara með staurum, að banna labbaðsvæði. En í alvörinu ekki að segja bara við menn ekki við hana? Nei. Það að girða það af eða? Bara eins og varpfugli eða eitthvað? Já. Passar bara að reppa? Þú mátt ekki fara með hundin út í gróttu á vartíma, sko. Nei, ég segi það. Þú veist. Þetta er bara sama. Bara vendur og starf, bara að loka þetta. En allar þessar ákvarðin sem maður eru læti með bílsveldi eða hætti með vorið þá að banna við að sleppa, þetta er allt gert á ráðlegninga sérfræðinga. Þú veist, við erum ekki sérfræðingar. Ástæða fyrir að hafa minnkaði kvótin í Mývatnssveitinni var svo að fiskifræðingur sagði að það hefði komið lélegt ár og nýlun er lélegt þetta ár og áinn þetta hjálp kannski 1-2 ár þess vegna kvóti minnkaður. Það var allt brjálað út af 2 hollum yfir því að það mátti ekki drepa. Það er 2 holl sem vilja drepa. Já, bara fínt að losna við. Ég er til að veða þessu holl, sko. Þú veist, það var ekkert mál að fylla þau ef það er spurningamarki, sko. Og það er alltaf það sorglega við að, þú veist, menna við tökum Stangull Reykjavík, það er 2400 félagar í félaginu held í dag og 2396 af þeim eru frábært fólk. Það þarf bara eitthvað 3-4 vitleysingar til þess að skemma fyrir heldinni. Já, ég er nú kannski ekki alveg svo svartur að segja allir sem vilja drepa fiska eða maður sé vont fólk. Nei, ég er bara að segja sem er ekki hugsunin til þess að vera, ég er ekki að það að drepa, ég á vini sem vilja bara drepa og það er menn sem að vera með stjórn sem að vil ekki, ef röggir ég þá myndum Stangull Reykjavík ekki selja sílungsveiði því að sílungur er ekki fiskur hjá sögum, bara laxveiðimaður. Það skilur það, þú veist, menn við hafa sína skoðun í því, en þú veist, það sem ég held að mesti árangurinn hjá Stangull Reykjavík tekið síðustu 4 árum, það er búið að stinga á þessi kýli ákveðna einstaklingarnir félagsins sem orðnir valdlausir. Já, það er nú samt að þá valda bara til þessu félagi. Já, en núna er loksins friður. Ég held að þessi draumur í stjórn núna. Þegar þau eru lausið keftir á þér? Já, ekki líka keftir. Fyrsta lagi, eins og Rannavinur minn segir að þetta er ekki 4 ás að fundu, það er enginn að ríða kjafti Jón Þór og Dóra. En sko, svo er annað, þú veist, eins og, ég meina, framfarir í veiði og eitthvað, við erum að tala um veið að sleppa á flugveiði og eitthvað. Stangó er bara, þú veist, þeir eru bara heppnir að Stangó vilja kefla ykkur kindilberi, sko, því að ef það verður ekki verið að tala um þá verður við að tala um það að Stangó er að stunda maðkveði í Leirvogsá og Korpu og þú veist, ég veit ekki, mér finnst voða erfitt að halda með Stangó núna ykkur útboðið á Leirvogsá, sko. Já, en sko, við tökum bara þessi 2 atriði, Leirvogsá og Korpu og Gljúfurá og tökum þess að 3 ár, Gljúfurá er algjörlega sammálaðir og þú er átt að það er líka eitthvað saga bak við okkur, það er líka landið þetta sem eiga Arnar. Ég veit það, en þú veist, það er líka að það verður bara með prinsip. Og það eru líka félagsmenn í Stangull Reykjavík sem vilja við að maðk. Já, ég bara associate ekki við það er sem ég segja, þess vegna get ég ekki haldið með. En ef við tökum þessum Leirvogsá, tökum þess að 3 ár sem Stangull Reykjavík var með í sumar. Leirvogsá, Korpu og Elláðar. Leirvogsá segja að þetta er mjög góð og fiskifræðingar segja að það sé alveg ótt að drepa þar þó nokkuð fiski. Korpa framleiðir og venda sér mjög vel sjálf og er alveg ótt að drepa þar. Þetta kemur frá Veiðimálastofnun. Elláðar er allt og lítil seðhetting, mikið vanýttur hrygningarsvæðum, það má ekki drepa þar. Og við hlýðum þessu sérfræðingu sem eru þar. Já, við erum ekki sérfræðingarnir. Ég er eiginlega komið sko bara... En svo fyrir það selst ekkert, ég lera svona... Það sé að segja, ef áin væri full af fiski á efri svæðum, þar sem er gaman að veiða á flugu, þá myndi þetta seljast. Ég er handvissum það. Árni Baldur reyndi hann flæja honli. Gekk ekki. Nei, hann reyndi hann líka bara á verði sem var ekkert hægt. Þú getur ekkert selt. Draumurinn er ekkert að veiða fisk upp í Mosfellsbæ á 150 skall daginn, sko. Nei, ég veit það. En bottom line er það að hún seldist illa. Já, og selst illa. Og mun seljast illa. Nei, hún seldist vel í sumar.
Nei, ég held ekki. Sumar? Það er reyndar Ég veit það fyrir víst. Ok, það er svo mikil, þú veist, það er allt uppselt. En sko, ég sem flugveiðmaður hef bara Ég hef engan á að veiða. Ég hef ímyndað þessari Leirvogsá að hanga þarna með eitthvað dorgprygg í þessari hólu. Þú ert að dorg í fucking hólu. Ég hef engan á að veiða. Allan gönguviskin, sko. Hringstreymin undir brúnni, maður. Og þetta er ímyndin áni. Ég hef engan á að veiða. Svo lendi ég því, ekki núna í haust heldur síðasta haust, að skrifstjóran stanga og ringir í mig, heyrðu, það vantar einhvern gætubíl Leirvogsá og ég fer og skoða þetta eitthvað og fer svo þarna að fiskur út allt á eyrum sem er gaman að veiðan og og svo sem bara shit, að það væri 300 fiskar viðbót sem voru ekki tekník og það er helds hóla undir brunni hvað þetta væri skemmtilegt og hvað er þetta breyta ímyndast svæðis ef þú bara sitja hann fly only En ég tilkynnti vinum í stjórninni og hvað heldur að fari af þessum sjóbyrningstittum svo er ég grip fram fyrir þar sem að ef þau fengi bara að lifa þá eru þeir eftir 3 ár orðin svona sko. Það eru stóri sjóbyrtingar í sér á mjög flottir sko, geggjaði fiskar sko og svo náttúrulega sko ég bara sagði framkvæmdastjórafélagsins að ég myndi ekki koma með veiðileyfi í Leirvogsá í ár fyrst koma maðkinónina, ég hef ekki áhuga veiðar en það er aðrir sem hafa áhuga á því og svo á móti kemur það sko, sem er aftur áhugavert, hvað er að gerast með þennan sjóbyrting sáuðu lungana sem gengun í 11 ánar sá 2 félaga þarna bara styrla sko 290 cm fiskar, þetta er bara flottustu fiskasýr, bara þú eru spikaði sko. Geggjaðir en þarf ekki Óli þú veist, ég veit það ekki ef þú segir að það séu 2400 félagsmenn í stanga og 2300 veð og flugu og eitthvað það væri ekki bara þetta að segja þú veist, Stangafélag Reykjavíkur er flugveiðifélag Jú, það var það bara ákveð stjórn að gera það er stjórnin sem verður að taka ákvörðun það Ég held að það sé mjög mikið af fólki sem haldi sér svona vilji bara ekki, þú veist, fíla þetta ekki vilji ekki associata við þetta associata ekki, raunin ekki við félagið út af þessu Já, það er líka rosa mikið af fólki sem saði svo félaginu það var mjög skemmtileg tölfræði kringu það þegar við ákveðum að taka maðkinn upp úr ánum og gera við að sleppa það sögðu sig úr það var margir sem ætla að segja svo félaginu hvað heldur margir að sagja sig úr félaginu? Ég hef búin að heyra þessar tölur en Birgir, getur þú giskað? Hvað, sem sögðu sig úr félaginu þá? Já, þegar maðkur á tekinu upp ánum og bannað að drepa Ég bara get ekki giskað margir 10, 15 eitthvað starfið það bilinu svona sem að sögðu sig út af því Já. Svo voru svolítið af bönnum sem borguð ekki alveg áfram sem er bara menna sannir sér að svindla bara svo gólvarnir, svindlagerðinu sko fullt af þessu dóti sko 20 manns þetta er kannski, ég hef hugsað þetta svona 5-10 fullonir veitu hvað margir nýjir þannig að þetta eru 3 veiðidagar Nei, þetta eru sko þetta eru kannski 15 manns sem eru með börnin sem skráð og skráða maka til þess að sækja öll þessi leyfi í 11 veitu hvað skáðu sem margir þetta ár í nýjir í félagið ég held að skráð sér 60 manns að bara á þessum fræðslukvöldum sko. það var á 300 nýjir félag og ég vil meina það að það sé mörguleiti þessi fræðslukvöld að þakka og svo það að með það er fullt af fólki sem, eins og svo segir, sem langar að koma í 11 ánar og veiðana bara flugu en þetta geggjað við 11 ánar ég er bara ekki að fara, við séum ekki veiktið eins og þetta var en að veiði 11 ánar við þessu vassflæmi fiskaflæmi þegar maður fiskum alla á sem að var náttúrulega ekki það var alltaf drepið í fossunum Ég segi bara alltaf alla sem eru að byrja að veiða hvernig maður fór að veiða marílax skráði Stangafélag að fara í 11 ánar Þú getur fengið veiðilegi fyrir 20-30 skall halvan dag í laxa í ásum Alveg ótrúlega tökuglaði fiskur líka eins og í ásum, þetta er bara sami þetta grunna vatn Það eitt sem ég legg til í fyrirtæki Hopp það er að lengja svæðið inn í Ellárdalinn það vera ekki í umferðinni Ég held að ég er búin að lengja Heldur sé komið inn í Þannig að maður getur verið með stöngina bara á Hopp-hjóli og sett skikki á baki Hann veiðifélag okkar Svavar Hávarðar sem var með mér í Árnefnd í Langá hann kom mér sem drátt inn upp í það var dregin í húsi svo hoppaði hann bara á reiðhjólið og var langfyrstur bara raun það hjóla bara upp dalinn Shit, ég man eftir svo sturluðu mómenti að vera bruna það var grænagróf grænagróf var alltaf svona staður sem að engin fór á eila maður þú veist maður búin að svona maður stendur að vera að draga og maður er svona mæl út alla hinna maður sá gæja okkur sér okki þessi veit hvað hann að gera svo bara beintum við bíl beintum og frísaði því að maður var búin að draga eitthvað rusl skilur sem maður nennir ekkert á og ég fyrir bara hann upp Ártúnsbrekkuna og hann í gegnum Árbæinn og eitthvað svo kemur hann og sér ekki akkurat þegar ég er að fara að beygja hann hjá símastreng
kemur hann brunandi á sér og gýrum þá að hann fari skilur hérna, Árþórsbrekkuna já, og inn í Árbæinn og sko yfir brúna við Hundasteina og þar upp og hann var rétt á undan mér sko, ég var bara fuck Nei, ég nú á því að all áin eigi að vera í skiptingu og var nú að reyna að berast fyrir því að hún færi öll í skiptingu og hérna því að þetta er bara stór hættulegt, þetta er bara göngustíð sem menn er bara að keyra á 70 km hraða ná í hil og ég skil það alveg sko. Ég er með mjög einfalda pælingu sem að ég reyndi að segja þú veist segja frá undanfarin ár er að hérna, skipta ánum bara í tvennt, 2-3 stanga einingar þú getur keypt leiðið í efri partinum en neðri partinum. Já, ég er að segja það, já. Þú veist, það er ekki hægt, þú tekur ekki 6 tíma bara fræsing á 6 tíma á bara. Já, við erum hérna komin saman í 6 tíma hol og við veiðum alla ána í ring. Bara eitthvað, Það er náttúrulega bara líka ógeðslega flott breytingin á veiðvörslunum í dag eftir að bara veiður eru komin á rafmagnshlaupahjól. Ég er hann að ráðsleifu hérna. Það er alltaf briljant sko. Meina, það er bara það er búið að taka fullt af veiðiþjófum í síðustlegin 2 sumur eftir þetta breytist miklu, og þú keyrir ekkert með þessar á, þú verður bara að labba með henni eða fara á rafmagnslöpuhjóli eða hlaupahjóli það var búið að taka 2 sprísa net og það var hefur nú alltaf verið reglulega viðburður einhvern veginn að finna net í ykkur runna og Hundasteina og eitthvað sko ótrúlegt að munum detti þetta í hug sko. Og það að gefa stöngun ég veit ekki hvað þetta er en hugmyndin var svo að gefa stöngunum númer og þá þarf ekki að mæta að draga. Mér finnst það fáránlegt, mér finnst bara þú bara kaupir stöng og svo bara eitthvað kerfið sér dregu fyrir kvöldið áður þú var bara SMS hér er skiptingin og þú mæti bara sjálfur á staðinn og hérna þarf ekki að vera að mæta þetta í hús og þarf ekki að vera að keira, að vera mættur 6:15 í hús til að draga, til að keira svo upp á efsta svæði, býr Breiðholtinu kannski býr í Breiðholtinu, veist að þú átt að byrja í Sýningvestareigum, bara vaknar korter í og ég hefði þetta verið svona þegar maðkurinn var og ég hefði fengið fossin klukkan 7 þá hefði ég bara mætt 9 ég nenni ekki að veiða fossin já, einhverju öfut, farnir heim 9 já, ég fór að þenni 10. júlí og voru 2 svona eldri menn og ég dró fossin klukkan 7 og ég sagði, viljið þið ekki, hvað er þið? Þegar við hefum hérna teljarstenglus, viljið ekki taka fossin bara, ég fyrir þangað hvað ætlar að sleppa fossinum? Já, ég segi, mér langar ekki til fossin þegar ég fyrir teljarsteng og ég fekk fiskar og kem niður yfir og hvað, og það næst, kemdi baka þá komum við kaffi bara og sækja bílinn þá setja þeir í bíl og segja, hvað, já, við erum komið 2 mann þakka kjalla fyrir, við hefum ekki fengið að vera klukkan 10 það var bara, frábært það var þessi þeir vildi gera þetta og ég hef engan á að dorga þetta með söndregin í Hvíturísuna fossinu sko. Það er byggðist ekki leðilegt það er bara að vera að viðkjörast við erum þarna í undir umferðinni bara eitthvað að horfa á söndregin skauta þarna já, reyna að púpa þarna kvörnina þarna fyrir neðan ég bara horta mann beita annan mann ofbeldi það er sem sagði á hana Afi Óli var svo sem var áhrifaldur í veiði og svo Helgi heitin Ingvarsson bílaumboðinu Ingvar Helgassni og sonur hans er Ingvar Helgason æskuvinur minn og minn allra bestu vinur sem að kendi mér alla ósíði veiði og ætla ekki að segja mér en það en mjög góðu veiðmenn, mjög góðu húkarar og fleira góður húkarar að hann situr einu fisk niður á breiðunni hann fyrir neðan þjóðveg fyrir neðan neðri brúna, næstu brúna og kemur maður og við erum 13-14 ára og Inga var svolítið skapráð maður kemur maður og fyrir alltaf að segja hún til svo, og þetta var svona 10-12 fiskur rýfur kallinn í stönginni hann og rýfur flugunum geftur hann fiskin og þarna stóð það upphóstaðan að Ingvar var komin ofan á mannin fann að berga hann í andlitið pappin að draga hann af og ég vissi það bara ég nenni aldrei að veiða þetta nefn þess að fóð maður bara alltaf upp á frísveið það er miklu skemmtilegra breiðan er svona skemmtileg sko. Breiðan er skemmtilega veiðana en ekki allt fólki sem kemur og allir sérfræðingar sem vita allt betur en þú það er ennþá smásaleis en það eiga allir veiðmenn svona þú veist 25 ára á eldri einhverja sögu af þessum sérfræðingum og brúnni upp breiðina sko. Ég á frábæra sögu, ég fóð með Afa síðast skipti veiði, hann var fættur 1918 ég fóð með hann 2007 eldanar, nei 2010 langátt, 2010 eldanar og hann hvað heitir hann, Dr. Fly Stefán Magnússon Magnús pappans og Afi voru veiðifélagar og vinir svo ég komið með Afa komið með Afa hann á bakkan og erum að fara í fossinn láta renna, láta gamla menn kasta kemur ekki Stefán nei, er þetta ekki Óli Finnboða Kottu, ég nú að spjalla við og tekur Afa við áttum fossinskilinglega 7 tekur Afa inn í kaffi og hann kemur tilbaka ég kemur að sækja þetta 2 tíma þá er veiðin búinn á fossinum og Afi ekki síðasta lagsin sinn
Skotin. Afi var alveg sáttur á því að það halvað við Stefán, það var alltaf góð með það og afa sko, það var alveg búin með þessna fiska, þannig að það var bara svo gaman að hitta sko, Óla Fimbo og pappa, vinnars pappa, þannig að þeir sátu bara inn og drukku kaffi með, ég var að taka það er svona eitthvað smá kósi við þetta sko. Já, maður er á alveg dark moment þarna, það var myndið einhverja sögur í sumar, hann inn að Golli ljósmyndari lendi í einhverjum sjálfskipuðum leiðsögumanna hann sem var upp á klettunum í hundasteinum að skygna og fæla alla laxana þetta er bara eins og með varma og skilur, þetta er bara inn í borg og þetta er bara vesen sko. En þetta er náttúrulega algjörlega geggjuð á. Ég lendi einu svona í sumar og varum í hundasteinum ég og Sindri og hann er að labba niður klettin og ætlar að fara að hendi jóka í öllu hvítu og hann kallaði hann, nei, please, stop, má ég vera hérna og hann komin bara yfir allt hendi jóka bara? Já, hendi jóka og síðan laða sig á bakanum. Helviti góður maður, kleppur í víða og fínt að leggja sig á bakkanum. Já, það er enda hver ekki betra en hérna við ætluðum vonum búin að lofa að plugga alveg hrikalega fyrir þáli því að þú ert eigandi flugur.is. Já. Hvernig er það að vera eigandi fjölmiðils í veiði? Já, allir ríki menn vilja eiga fjölmiðil eða flugfélag. Já, þetta er þú og hérna Vestmann og Thor og ég og Helgi Magg erum með þessum fjölmiðlum. Ísfélagið og þessir helstu stórlagsar. Nei, þetta er svolítið skotið saga sko. Döggkona mín sem er mikil veið áhuga manneskja og veiðir orðið svipað mikið og ég, næst síðan mikið, þú segir það ekki. Já, við jafn marga dag, við erum bara miklu fleiri fisk. Já, miklu fleiri eins og flesta konur eru, en hérna fekst stærsta laxinn í sumar í Sandá og gekk erfilega fram að því hjá henni. Nema hún hérna vann sem blaðamaður á Viðstafblaðinu og hérna vann þar með strákur sem heitir Magnús Halldórsson frá Laxárdal í Laxárdal, bara frá hérna Halldórstöðum í Laxárdal og hérna er að fara að hitta hann og einhverja gamla starfsmenn og hann átti þá Kjarnan, það er Maggi. Svo kemur heim og segir Óli, ég var að tala Magga, við erum að kaupa flugur.is. Ég sagði, já, þið. Það var hann ekkert byrjað að veiða mikið. Já, ok, frábært til ykkur. Þið gerir það bara. Þeir eru svo bara, segja, við erum að fara að hitta Stefán Jón á Jónfrúnni á mánudaginn. Stefán Jón Hafstein, hann náttúrulega stofnaði þetta. Algjörn meistaraverki á hann, sko. Og það varð úr að við og Andri Valur Ívarsson vinnur okkar og Maggi Halldórs kaupum og Valdi Halldórs bróðir hans kaupum þetta saman. Svo flyttum Maggi út og Maggi og Valdi selði sig út úr þessu og ég og Andri Valur og Döggkona mín. Ég á ekki þessu, Döggkona mín og Andri Valur eigum þetta. Og þannig alltaf tveir snillíkar Ragnar og Þorsteinn. Flugufréttir sem eru búin að gefa út þetta fréttabréf alla föstudaga á ári frá þetta var stofnað. Sem bara 2001 eða eitthvað. Þetta er einhver 1000 fréttabréf sem er gefin. Ég man eftir að eins og bara gesti gæra að horfa á Gunn Ágústsson ræsa vefinn í Íslandi bítið. Já. Þú veist, þá var Stefán Jón hann með eitthvað svona föst innslöð eitthvað. Þá var hann með að tilkynna þetta, þú veist, að verið að opna flugur.is og Gunni bara eitthvað. Hér með opna flugur.is. Það sem að það er eitthvað við menn koma saman. Og hérna, við erum að eitthvað hvað? Þessi gjörði 5 ár. Já, örgulega meira. Meira örgulega. Já, þú veist. Meira. 8-9 ár, sko. Og hvað eru margir sem að subscribe á flugufréttir? Það eru nokkur 100. Ég man ekki nákvæmlega hvað þetta er. Ég eins og segi, kona mín á þetta. Já. Ég líti inn í þessu, en þegar sést það á fréttabréfunum að þegar alltaf hún var fiskað það kom í flugufréttir. Já, það er hérna, já, svo eru náttúrulega sko sumir sem er alltaf áfram að setja þetta. Það er mitt, sko, það er einn mjög stór óopinber fjölmiðill í veiðibransanum sem að tilkynna alltaf ammælisdaga og deilur öllum fréttum. Það er náttúrulega Jón Skelfir. Já. Og hann deilir gleðinu hann líka. Já, við settum tracking á bréfinu sinni og komumst við að því að það eru nokkrir félagar sem dreifðu þessu ansi marga staði. Já. Þannig að það er kannski Sigþór áskrifandi og svo sendi Sigþór veiðifréttir á 100 e-mail annað. Í hverri viku. Og að gera þessi fréttabréf sem kostar 150 krónur blaðið. Já, þetta er einhverju bönir, við bara hvetjum alla til að fara inn á flugu.is og bara negla sér í flugufréttir í áskrift. Já, og bara vera duglega að koma með fróð og upplýsingar á Þorsteinn og Ragnar Holm, því að þeir endilega fá sér flest alltaf að leita til sín, sko. Einmitt. Heyrðu, hvað ætlar að gera svona til þess að draga þetta saman á líka? Næsta sumar, þú ert búin að tala um nýjar ár og svona, hvað er það sem að verður highlightið það er?
Það Við náttúrulega erum að fara í Laxadalinn. Við erum í Laxdalinn. Það verður geggjað, sko. Við erum að fara, nei, ég er komið með sérhóli í Eldvatninu maður. Ég er að fara í Eldvatnið með í vor. Já, í vor. Geggjað. Byrja þar, fer svo í Mívó með þér og örfáum góðum drengjum. Já, 28 stykki. 28 stykki, frábær hópur, algjör snildarhópur. Það byrtum ekki myndir af því. Nei, öllum aldri og öllum kímu þjóðfélagsins, öllum löndum. Það var ákveðin vinna að sitja það hól saman á okkur 7 árum. En þú veist, bara... Eitt brúðköp getur ekki kansalað þessu hóli. Sko. Nei, það er bara, þú veist, vinur minn, sko, kom með flugi eftir, held ég, jarðaför móðusina, sko, til að koma í hóli, sko. Þannig að fór í jarðaförinu en kom svo til okkar, sko. Og þetta er frábært, við erum handað saman, ég og Kalli Magg og Gunni Tjan og Ari Hermóður, þess að 4 samla alltaf hana og við erum svona aðalega stofnum hann lítið félagi og Gunni sem heitir Go-Gæting, Gunni Óli Gætar við erum aðalega gæta Ara og Kalla kennaðum svolítið Herðu, svo fer ég í Laxádalinn með þér líka Herðu, og síðan er það 28. júní í Langá hjónahólið sem þú hefur nú eitt mann gætað held ég mér sér Það lítur að vera. Það eru við 12 hjón saman þar í 2 daga og ógeðslega skemmtilega svona að mér róleit menn eru ekkert að stressa sig þar. Það er bara slakað á og vonast að fá 2 fiska. Síðan er ég að fara beint þaðan í fremri, ég er með 9 ár, ég er með 2 nýjar ár í ár. Fremri Laxá. Í Ásum. Með krakkana. Það er geggjað maður. Þar skils mér að svona afriðs dagur sé 50 urðar á stöng. Já, það verður bara að láta krakkana kasta bara þurrflugu og og Hranna vinur minn búin að fara þetta nokkur ára og segir þessi frábærsvæði og ég nýtti mér það að Freyja Kjartansdóttir kona Stulla er hún og kona mér systkinabörn, þannig ég náði að tróða mér inn í Hollandi sem losnaði og ætlaði að fara með krakkana og með ykkur góða vinahópi og síðan förum við í efri Flókadalsá 10. júlí. Já, sjóblikki. Já, sjóblikki, með krakkana líka. Þannig að maður svona koma þeim svona meira inn í þetta, nú eru komin á þann aldur að geta bara alveg verið í þessu sjálf. Og síðan fer ég með Þorgils, eða móður Þorgils. Já, undir handleiðslu Möggu-Lísu í flekkuna, 19. júlí, ef maður rétt. Síðan kemur nú bara nokkuð góð pása. Ég veit eitthvað þar innröggla milli, ég held ekki Nikki beða svo lengi, en svo fer ég líklega 15, 18 eða 14, 17 í Laxadal með kipunum sem sagt okkar alvega túr og síðan er það Hofsá til 1. seft 30. ágúst til 1. seft það er með alveg frábærum hóp Friðrik Stefánssoni mitt fyrir formaður félagsins og Ara er hreint og öðrum góðum mönnum og Elvari Friðriks og og fyrir svo beint þaðan í Sandána ferðin hjón saman. Þetta er ekki smá dagskrá maður. Nei, þetta er fín dagskrá. Og þetta er svolítið fyndið því að þegar ég var að gæta sem mest, þá var ég alveg búin að ógeða við því. Mér fannst ekkert gaman. Nei. En svona frá því að hægt að gæta er það eiginlega, fæ ég bara aldrei nóg. Og mér finnst bara 6 dagar alveg, mér finnst það æðislegt. Já. Og svo er ég að vonast til að ykkur sé farið í jarðaför eða veikist eða eitthvað. Þannig ég komist aftur með góðra menna hópi í Grænlæk, Seggbúða og Eldvatnið í haust. Stefnum að því ykkur þurfa að mæta í jarðaför. Já, við stefnum að því. Þannig að það er nóg að gera hér næst sumar. Já. Og svo langar mér svolítið en mér langar alveg rosalega þetta eitthvað mann í júlí. Nei, ég glemdi Haugun, já. Ég er við Haugundarsá líka. Þarna 24. ágúst Kekja. Svo langar mér þetta eitthvað góðan dag í júlí í Langáni. Svo að taka 11 annar maður. Já, svo ætla ég að segja með 11 annar. Ég ætla að gera það fara með eldri stelpuna þangað. Frábært. Takk hérlega fyrir spjalli, Óli. Við erum búin að fara víðan völl og ég efast ekki að einhverju haft gaman að þessu rausi okkur. Við vonum það. Takk fyrir komin á hennur. Takk.